elskar oft á síðkvöldum að lyfta mér á kreik. Þá labba ég niður á hverfispöbbinn minn, en finnist mér ég ætla að bregða of mikið á leið. Þá hugsa ég hingað og ekki lengra. Nei, ómögulega takk, þetta er alveg passlegt. Hingað og ekki lengra. Nei, ómögulega takk, ég tek enga sjansa. Ef hangi ég á barð. Þið með séu að hugsa þetta núna eftir Björgun þjóðmála. Hingað var í gær, við erum hér stattir á Skýrda á fimmtudegi. Hingað og ekki lengra? Já. Ég þvert á móti, menn séu bara... Við viljum bara meira. Já. Mér finnst það alveg ekkert ósynlega. Ég meina að minnst eru við hér. Já, já. Af hverju ættu menn að setja sér slíkar hömlur? Já, ég veit ekki. Var ekki gaman? Já, mér finnst það. Já. Það ekki, og ég held að gestum hafi fundist gaman. Tróðfullt hús. Það er það sem skiptir máli. Já, fallegt og skemmtilegt fólk á hverju strái. Já. Ég talaði við fólk alltaf eftir og það var bara mjög annað með þetta allt saman, sko. 5 ára afmæli þjóðmála sem við heldum með glæsibrag. Svona ég öll 5 ára afmæli að vera. Já, kannski, en til hamingju með þetta, Gísli. Já, sömuleiðis bara. Var þetta afmæli haldið með svona í ljósi leiðbeininga frá Reykjavíkurborg um það hvernig að halda 5 ára afmæli? Já, boðslistin var svolítið þannig, sko. Já, kannski er fjölmiðlanefnd með svona tilmæli um það hvernig að halda upp á hlaðvarpsafmæli. Heldur að fjölmiðlanefnd hafi sendt eitthvað starfsmann? Já, nei, það er ósynlegt. Já, það nú. Ég meina, eitthvað staðar verður þau að fá eftirvinnuna. Jú. Og þeir eru að hlusta núna, þeir eru að hlusta þennan, já, það vitum við, já. fyrir víst, já. Þess vegna erum við ekki að auglýsa Epic Bet eða áfengi eða eitthvað slegis. En vel að minnst. En komdu með fræðslumóla hins vegar þetta ágæta rauðin sem er framlöku. Já, ég ætla að gera það. Hér erum við að fara að drekka Barolo frá framleiðanda sem að nefnist Elio Grasso í Piedmont. Og við höfum nú drukkið áður vín frá þessum framleiðanda. Ég held að það hafi verið Barbera vín, Andrés, ég er nú ekki alveg nógu minnugur. Við höfum aðeins farið yfir við höfum nú farið yfir heitið Piedmont og hvað þetta allt þýðir. Drukku ekki sem að líka til neðan illa og ég held að sem er hérna úr sama hér. Jú, það kann Gott útvarp. Já, Elio Grasso, þeir eru egrunnar sem að þeir rækta þetta vín af er á heimsminjaskrá UNESCO. Og þetta er einhver besti Barolo framleiðandinn sem hægt er að komast í og það er svona afskaplega ánægilegt að fá að fræða ykkur hér um þetta og þetta er auðvitað bara smakkstund. Það er ekki hægt að fræðast um vín almennilega svona smakkað. Nei, ég finnst líka frábært að... Þetta er þjóðmál bara sínu fræðsluhlutverki. Já, menningar og fræðsluhlutverki. Já. Finnst líka svo dásamleg tilviljun að þessi flaska skulle hafa verið sett hérna á borðinu, sko, eins og bara beið okkar. Já. Svona er þetta bara stundum. Það skal þó tekið fram svo ykkur til hnjóðs, ykkur þjóðmálumönnum að það er eiginlega alveg ófyrirgefanlegt að vera að bera þennan Barolo fram hérna í þessum búrgundiglösum. Já. Það eru annars konar glös sem við erum að nota undir það en þetta er Eigum við þá bara að binda enda þannig þátt? Þetta er svo niður? Já, þennan þátt, þetta hlaðvarp. Ég held að þetta sé bara þetta verkefni hitt. Já, þú er þessari 5 ára tilraun lokið. Ég segi bara svo stundin, hingað ekki lengra. Hefur að dreipa þessu menn? Já, þetta er ennþá dálítið svalt, þetta er svona kannski 14 gráður en þetta opnar sér fljótt í þessum pungsíðu glösum. Úr hvernig glösum ætti maður að drekka það? Barolo glösum. Við erum bara með sérstöku Barolo glös í það. Já, hvernig spyr ég? Þau eru til frá Saltó auðvitað líka. Já. Sem er, það er ekki allir að horfa á þetta en þetta er sennilega fegursta vínglas í heimi. Já, þetta búrgundíglas frá Saltó. Þetta eru austuríkismenn, miklu vinir mínir, Hinterleitner feðgarnir sem að framleiða þetta og þetta er allt handgert, þetta er munnblásið. Þannig að ekkert þessara glasa er nákvæmlega eins. Við sjáum það ekki að þetta er svo ótrúlega faglega gert en hvert og eitt er einstakt. Rétt eins og við hér. Bara eins og við. Já. Guðs skapar ímynd. Já. Þetta lamp hérna er einhverja einstakt sem að Jónur sendi okkur. Já. Það var vatnaði að stemmi morgun. Já. Er þetta sjálft páskalamp? Þetta er lambahryggur með hvítlausu fyllingu. Þetta er fórnarlamp. Sem kjötkompaniði sendi okkur. Já. Þetta lítur mjög út. Þannig að við ég verðum bara mættir hér með diska og hnífapör og
Í þessa veislu? Í þessa veislu. Þetta er alltaf bara einn stansins veisla hjá okkur. Og búin að vera í 5 ár. Já. Maður man ekki neitt frá degi til dags. Ekki fyrir einhverjum kvalirni sem að Kristján Loftsson dreymir að skjóta. Ég spurði hann einhvern Heldur því fram að þeir muni ekki við þetta? Já, ég tók hann eins og í viðtali og segði, hvað segir þessu fólki sem segir þessar skepnur séu svo gáðar? Ég gef ekkert út fyrir það. Þessar skepnur muna ekkert frá degi til dags. Þetta lítur þetta gríðarlega vel út. Þetta er rosa flott. Hvað borðið á páskunum á þessi páskadag? Ég fæ mér, ég er alltaf lamb. Já. Er það lambarhryggur? Páskalambið, já. Ég var að segja við Rakel núna, við langar sérstaklega hrygg í ár. Já. Ég segi ekki, hann er bara í kjötkamriði, sko. Heyrðu, hann er líka með, ég fór þarna á þriðjudaginn að ná mér í Milanese, kálfakjöt. Já. Og sem að ég fæ mér yfir þetta þriðjudagum. og þá sá ég að hann er með fyllta lambakorunu, alveg ekki að það, með svona sælkerafyllingu, en svo er líka hægt að fá hátíðalambalæri með samskonar hátíðafyllingu, eða sælkerafyllingu. Þetta er auðvitað algjör snilt. Mjög gott. Og ég ætla að taka lambalærið og ég ætla að grilla það úti, ég ætla að taka gott grillsession. Já, með yfirdjúr. Já, ég lokiði ekki á kolum, en svo reyni ég að taka það á óbeinum hita í gasinu. Já, þú varst með kola yfirdjúr grillið ekki? Jú, K4, heldur þetta. Það nær 480 gráðum án þess að maður biði það, sko. Það er bara svakalegt. Maður biði nú ekki alltaf hitan fyrirfram. Nei. Svo fær maður hitan samt. Já, maður fær hitan á sig. Já. En þetta eru frábær grill. Ég hlakkaði mikið til sumarsins líka. Þegar snjóa tekur að leysa. Já. Ég ætla að láta ykkur hafa hérna fína lambarhrygg eftir smástund. Já. Bara rétt að svona klára þetta með björgvöldið. Við verðum að þakka auðvitað Kringlukranni og Kalda fyrir að með okkur. Þetta var fyrsta björgvöld Kalda held ég á Kringlukranni. Þannig að komin til að vera þar. Sögulega settir. Magnaða Kalda light þarna, sem að flætti þarna gólfin. Þetta var svakalegt. Svo ætla ég að gefa sérstakar þakkir á Luxor, við okkar í Luxor, sem að græði hljóð og mynd á allt saman. Við tókum þetta ekki upp, við ætlum ekki að senda þetta út. Við sendum þetta út í fyrra. Já. Ammarsþáttin í fyrra. Já. Og þessi stað eru við komin hingað. Þú taka sér þátt. Búin að edita þetta. Ákvaðum að fá eitthvað fyrir snúsin, sko, fyrir að mæta. Luxor menn, þeir græði allt saman. Þau voru frábæri í fyrsta hlutanum, Andrés Magnússon heitinn og Sigurður Andersen vinkon okkar, fyrrandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Sem er svo kona sem hefur komið oftast í þjóðmál. Já, og hún hélti nú fram að það væri nú megin ástæða þess hversu miklum vinsældum. Já, hún sagði að þessar vinsældir gerast ekki sjálfur sér. Nei, hún er alltaf svo lítilátt. Svo voru þeir frábæri Tóti Páls og Heiðar Guðjónsson. Já. Það er alltaf fagnarefni að fá þá til að tjá sig, sérstaklega svona í þessu settingi þar sem að svona kannski líka aðeins vera að slá létta strengi. Já. Sko, sumt af því sem að Þórður Pálsson sagði er þannig að það er eins gott að þetta verði ekki sendt út. Ég er það. Ef ekki endur taka það bara. Nei. Ef ekki að hafa hann fyrir því. En hann er viðurstykkilega fyndinn maðurinn. Við sjáum að að ég var að tala um kjötkompani, ég var ekki samkaupað auka hlutsinni í kjötkompaninu. Þannig Jón Ásgeir greinilega að hlusta á þjóðmál. Það blasir við. Alveg eins og Alfa framtak var að kaupa Nova Sirius daginn. Já. Nei, það er... Bjarni Ármannsson keypti köfunarþjónustunni, það er bara allt að gerast. Já. Öll þau fyrirtæki sem við erum að vinna með eru selt á þvílíku yfirverði. Já, það er bara einhver virðið þar og svona rosalega. Við hvaða banka erst þú í samskipti við, eða samstarfi við? Íslandsbanka. Já, það sjáum við það. Þannig að sjáum hvað gerist í því. En fer sá banki ekki að lækka núna út af hinnum allrænda bankaskatti sem ekki má tala um eða viðurkenna hversu hára á að vera? Sem að Þórður Snær boðaði helgina. Já, klukkan 15:30. Já. Við lokum markaða. Farðu aðeins yfir þetta mál með okkur Andrés Magnússon. Þetta innýra mál. Ég meina það er náttúrulega einfalt mál og það er búið að vera að boða það að hér er verið kynnt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár og í svolítinn tíma og síðan loksins gerðist það og Daði Már hann gerði það, þurfti reyndar að fresta það veðurs en svo gerði það bara og það var ýmislegt lagt fram í því samhengi. Á föstudeginum hins vegar að þá skrifar Þórður Snær færslu sem að, eins og nefndir, birti við lokun markaðar á kratanum og skrifaði svo grein daginn eftir á Vísi held ég. Hann birti á kratanum við lokun markaða. Já. Ekki 15:30. við lokun kratans.
Nei, Nei, en morgunin eftir klukkan 7:33 að þá byrtist grein á Vísi, það sem að hann að endurtaka þetta, að bankaskatturinn hann verði 6 milljarðar, það verði 6 milljarðar lagðir á þetta banka og það sé mikið fagnaðarefni. Það merkilega það að ekkert að þessu hafi komið fram í kynningu fjármálaráðherra og þess vegna þá sko ráku margir upp stór augu. Þórður Snær Júlíusson framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingar, hann situr þingflokksfundi og þegar það einhverja kynningar í gangi að þá hann alveg innundi þar eins og hann væri ennþá þingmaður þó hann hafi sagt af sér upp að kjörtímabilsins. Hann sem þetta hefur ýmsa þekkingu sem aðrir hafa ekki og þegar að segjum hlutur eins og að skattleggja tilteknar atvinnugreinar ákveðnar upphæðir, það eru bara mjög verðmætar upplýsingar fyrir þá sem eru á markaði og að hann ljóstri upp með þessum hætti náttúrulega mjög einkennilegt vegna þess að hvernig á fólk sem er á markaði að bregðast við. Ég meina það þarf að fara að reikna út, býtu banki minn hann fær 2 af þessum milljörðum á sig. Það minnkar arðsemi eða arð bankans sem því nemur. Hvernig ætlar bankin að bregðast við því? Minnkar þetta markaðsvirði bankans bara slétt eða sem að flestum finnst nú líklegast að bankin ákveða að láta viðskiptavinni sína, það sé að lántakendur bera hana hvort. Það er alltaf þannig. Já, á endanum. Þannig að þetta hefur sko bara talsverða merkingu, talsverða þýðingu að greina frá þessu með þessa mætti. En er FME einhver að fara að gera eitthvað í þessu? Sko fjármálaráðherra þurftur að senda frá sér yfirlýsingu í samráði við Kauphöllina í vikunni? Jú, hann talaði við Kauphöllina og Kauphöllin sem var í sambandi við hann hefur komið fram að þetta var nú ekki alveg nógu gott að þarna væri maður með innherjastöðu að greina frá upplýsingum og ráðherra hann sagði, ég heyrðu fyrst ástæðan fyrir því að ég nefndi þessar töluleiki í áhaldinu er það að þær liggi ekki fyrir og hann sagði, ég held að þetta er bara einhver miskinningur sem að eða fluga sem við dóttum í höfuðanum að nefna þessar 6 milljarða, það bara liggur ekkert fyrir það þó svo að margir ætli nú að upp að verða nú sjálfsagt ekki í víðsfjarri en hvernig sem það verður? menn boða náttúrulega ekki bankaskatt í fjármálaáætlun öðru sem að hafa gert sér í hugalund hverjan á að skiliði. Þú boður ekki skatt bara út í loftið. Það er vegna að þú ættir að afla einhverja tiltekina tekna. Já, en þessi 6 milljarðar tala eru þetta ekki tekin eða gripnulausu lofti. Tó menn hafa ekki fest hann á blað. Markmiðið er að ná 6 milljörðum af bönkunum. Ráðherrann taldi að hann hefði séð töluna 6 milljarðar í kynningunni á öðrum stað. Hann hefði bara beinlega ruglað einhverju saman. En sjáum til, sko, ég meina það eru alls konar frábæra skýringar á þessu. Eftir situr þetta vandamál að þarna er maður með innherjastöðu sem að greinir frá þessu. Allir sem að eru á markaði eða hagsmuna að gæta, að þeir náttúrulega reikna þó, hann veit hvað hann er að tala. Það er eitthvað að marketa. Ég þarf að bregðast við. Og það getur haft áhrif á markaðshegðun, á verðmyndun, á kaup og svo hlutafjár. Eins og reyndar, það hreyðist nú að verði hjá eftir þetta. Það er ómögulegt að segja hvort að það hefur verið út af þessu eða einhverju öðru. Það er ekki hægt að segja, en innmitt vegna þess að það getur enginn vitað það, svona eftir á. Þess vegna er þetta fortakslausa bann við því að þeir sem hafa einhverja innherjastöðu segi múkk. Ef það sé hann rétt hjá ráðherranum að þetta sé bara rugl hjá framkvæmdastjórunum að það breytir engu vegna þess að hann var samt sem áður þá að greina frá röngum upplýsingum sem að geta líka haft áhrif. Og ég kallast það ekki dælu auðvitað í markaðsmisnókun? Jú, þetta er annarkvort innherjasvik eða markaðsmisnókun. Já, þú mátt velja. Sko, ég er ekki nokkrum vafa það að þetta er aulaskapur. Þetta er ekki í hug eitt augnablik að Þórður Snær hafi eða einhverju vinir hans hafi verið að hagnast á því með því að sleppa út einhverjum upplýsingum eitthvað frálegt. En þessi sko aulaskapur sem er óskiljanlegur ljósið þess að Þórður Snær er gamall viðskiptablaðamaður. Hann veit alveg hvernig kaupin gerst þessari eyri og þessi tímasetningum að sleppa þessu út úr lok markaða segir náttúrulega sitt. En bara hvernig dettur í huga að vera sko langan virkilega svona mikið að geta sagt eina frétt. Dóttir skúpar. Já, þetta er ekki nógu gott og ég held að þetta kalli nú kannski á það líka menn farið og hans betur yfir það að segja, heyrðu, hér eru 3 þingflokkar, það er nú misstöðugt fólk í þeim eins og við tekja, misþagmælt og allt þetta, margir eru tengdir, við vitum ekkert hvaða hagsmuni sko starfsmenn þingflokkarna hafa að gæta fjárhagslegra
varandi þingmennina, þá er það nú líka sko bara mjög tæft sem við sko getum séð þar þannig að fyrst við erum með eitthvað einhverjum sjóðum getur vel verið að það er einhver þar mikil að hagsmuna að gæta galt í Íslandsbanka og en við vitum ekki það það er greinlega pottu brotin hann og fyrst það verður að kíkja í hann En þeir munu ekki gera það fjármálaeftirlitið frekar en aðra stofnunir ríkisins sko ef Tómas Brynjólfsson sem að sko hefur þetta með höndum hjá Seðlabankanum ætla bara að láta þetta fara fram hjá sér eins og að skipta einhver máli þá er hann ekki starfið sínum vaksin það er nákvæmlega þetta sem að þeir eru að vera aðtuga þegar að þarna eru einhverjir sem eru innherjar og ég meina það í lögunum er tiltekið að innherjastaðan geti myndast einmitt hjá stjórnvöldum og embættismönnum og svo framvegis það þarf alltaf að vera í lagi það verður að hafið yfir allan vafa að segjum ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins eða einhver reiknuhaust þarna sé ekki að búa til einhver áallanir fyrir ríkið fyrir okkur, almenning og séum leið að vesla bakdræmein á markaði það má engin vafi leika þar á hann En annað, það verður að fylgja þessu vel eftir og fá svöruð þessu en það er annað áhugavert í þessu að þið sjáuð fjármálaáætlunina og þar kemur fram þessi hugmyndu þessa skattahækkun og það er líka skattahækkun á baðlónin sem að menn sjá offsjónum yfir og allt þetta 31. janúar síðastliðin var 30. janúar var Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í viðtali í Morgunblaðinu gott ef það varst ekki þú sem tókst það viðtal Andrés eða Andrea, ég maður ekki Já, sennilega höfðu að vera Andrea Sigurðardóttir og þar segir hann að hann sjá ekki fyrir sér frekari skattahækkanir að boðað aðhald verða útgjaldahlið ríkisrekstrarins hann segir hreinlega hér innan gæsalappa aðhald á tekjuhlið felur í sér skattahækkanir og ég sé ekki fyrir mér neinar skattahækkanir aðhaldið verður að vera útgjaldahliðinni svo núna komin í marsmánuð bara 2 mánuðir seinna þá komu þessar stóltæku tilur og maður spyr sig ber þetta fólk enga ábyrg varandi fyrirsjáanleika þannig að atvinnulíf og heimilin í landinu geti bara treyst í að fólk sé að segja þeim satt hvað breyttist þarna í millitíðin? Ég skal nú nefna bara eitt af mig aðeins eldra það er þessi sami Daði Már hann var að selja helmingi í Íslandsbanka fyrir ekki mjög löngu og veitti þjóðinni fjármálaráðgjöf við því veitti hvað er menn til að kaupa í miðju útboðsferlinu en þar sem ekki skoðaði Seðlabankinn þar var mikil skráningarlýsing ég hef ekki lesið hana nýlega en ég held að ég muni að rétt að það hefði ekki verið orðum það að það mætti vænta síðan auka skattheimtu á þetta innum árið setna það finnst mér nú ekki alveg nógu gott sko. Að og Daða hlýtur að finna staði að vera svona slæmt fyrir sig að hann alltaf staði í kaupum og sölum að hann verður alltaf grunnar en síðan kemur bakreiknu og eftir sko. Það er þessi fyrirsjónleiki sem þú ert að nefna Stefán sem ég meina fjármálaráðherrann segir hér í lok janúar ég sé ekki fyrir meira frekari skattahækkanir svo er bara gefið í og þetta með baðlónin og annað en segja það er skattleggja ferðamenn og þessi baðlón þau græða svo mikið baðlónin er að gera mjög gott þetta eru flott fyrirtæki þau eru að skapa mörg störf ég held að skógaböðin muni þegar allt er talið skapa yfir 110 störf í Eyjafirði ég held að bara litla sundlaugin Secret Lagoon á Flúðum ég held að það séu 17 stöðugildi frábært fyrirtæki sem að græði mikið og skilar gríðarlegum tekjum í ríkissjóð í formi skatttekna af hagnaði og vonandi arðgreiðslum líka, ég hef nú ekki skoðað það sérstaklega, við þekkjum Bláa lónið, við þekkjum Vök á Egilsstöðum, Jarðböðin á Mývatni, en það sem þau gleyma, þegar þau eru alltaf að segja, við ætlum bara að skattleggja hérna útlendingana, það er bara einhver andlitslausi túristar sem kom og fara og við bara náum meira úr vösunum þeirra. Það er bara búið að sýna fram á það og það sjáum við, ég var nú bara einmitt fór þarna í Secret Lagoon og líka í þetta nýja Laugaráslón í Reykholti og þarna er bara endalaust af íslenskum ferðamönnum, Íslendingum sem er að gera sér glaðan dag. Þetta er ekkert mjög dýrt að fara hún í þessu lón, Sky Lagoon kannski kostar mikið 13.900 eða hvað það er, en eins og í Laugarás 7.000 kall, í þetta sé 4.200 kall hún í Secret Lagoon. Þannig að fólk er að gera sér þarna glaðan dag með því að beina viðskiptu til einkaaðila sem að hafa byggt upp þessi lón. Og hvað? Er nauðsynlegt að skattleggja þetta meira? Er nauðsynlegt að ríkissjóður taki meira
af þessu fólki sem er að reyna að gera sér glaðan dag með því að fara og baða sig. Vill þessi ríkisstjórn að þjóðin sé skítug? Nei. Vill að fólk hætti að baða sig? En sko, mér finnst þetta líka Svitalíkt að þessar ríkisstjórn. Mér finnst þetta ágjörni sko, úr annara átt, sem það að þegar að tala svona, við ætlum ekki að taka skatta á ykkur, við ætlum bara að hækka skatta á helvitis útlendingin. Þeir að sanda peningum og geta alltaf borgað. Það bendir þess að ráðherrarnir, þeir byrja ekki skinnbrað á eðli peninga eða markaðar að sko, verð á vöru, það eru upplýsingar í falli. Hvað er tilafinni og allt þetta sem við þekkjum og menn hafa þekkt frá öru og alda. En þau virðast ímyndi sér í þessu, eins og þetta komið fram áður, að það bara skipti engu máli að hækka skatta eða auka gjaldtöku hér. Það muni engin áhrif hafa neinstaðar nema það einhvern veginn það hækki í ríkiskassanum. Það er bara rangt. Það er grundvallar misskilningur. Þetta er algjörlega rétt í Andrési og það sem mig langar líka bara til að benda og eiginlega rifja upp með áheyrendum. Það er að nú stígur meirihlutin fram. Sérstaklega fulltrúar Viðreisnar sem að segjast vera sko frjálslyndur flokkur. Frjálslyndur flokkur sem að starfi með atvinnulífinu og vilja að fólk haldi eftir af sínum sjálfsaflafíi. Og líka bara fólk sem trúi því sko. Og þeir segja núna, eins og Ingvar Þórósson vinnu minn og Pavel Bartósek og Þorgerður Katrín og þetta fólk segir, já við verðum að auka þessa skatta því að annars ná ekki að loka fjárlagagatinu. Það er að segja hallanum á ríkissjóði. Ríkissjóður tekur af einstaklingum og fyrirtækjum það er 1.500 milljarða á ári. 1.500.000 milljónir. Sem tekjuöflun ríki, sem bara skattheimta, bara það sem að eignir fólks eru teknar með valdboði. Er vandamál ríkisins það að það hefur ekki nægar tekjur? Það er þetta einhver annar vandi sem er við að etja. Og svo þegar bent er á tilraunir til þess að tillögur til þess að draga úr umfangi ríkisins, við nefnum nú reglulega jafnréttisstofu og fjölmiðlanefnd og svona, að þá segir þetta fólk, þetta eru ekki stóru peningarnir. Þetta eru ekki stóru peningarnir. En á sama tíma kemur Hanna Katrín atvinnuvegaráðherra og segir, við erum að sameina stofnanir, það er okkar leið til þess að draga úr kostnaði ríkisins, en þau sameina stofnanir með því fororði að fólki verði ekki fækkað. Þetta er þetta allt einhver endaleysa. Ef að fólk getur ekki rekið ríkissjóð 400.000 manna þjóðar á 1.500 milljörðum, þá verður bara að fela einhverjum öðrum að gera það. Og þá er ég ekki að tala um Evrópusambandið. Ég er að tala um öðrum Íslendingum sem telja sig geta þetta. Nei, það þessi nálgun líka er bara svo skrítin. Það er eins og að vera að tala um það að þetta sé svo erfitt fyrir ríkisstjórnina því að í tíð síðustu ríkisstjórnar þá hafi starfsmönnum ríkisins fjölgað 19% og það sé bara agalegt við eiga. Ég skal ekki taka undir þá gagnrýni. Bara, gerum eitthvað í því. Hvað ætlar ríkisvaldið að gera í því? Jú, þeir eru svona að áforma það að þeir sko ætla að minnka 1% sem eru þá eitthvað nálægt 200 stöðugildum. Þvílíkur metnaður. Rosalegur metnaður eða hitt og höttur. En hugsið ykkur líka og ég held að það sé kannski eitthvað sem að bara almenningur þarf að velta fyrir sér sko í daggóða stund, næsta ára fyrir kjörklegan og eitthvað og hlustar á þetta fólk sem er að bjóða sig fram. En það er að sko þarna fjölgaði ríkisstarfsmönnum 19% á tiltölulega stuttum tíma. Er einhver hér í landinu sem heldur við fram að þjónusta ríkisins hafi aukist eða batnað 15, 20%, eða bara gefum afslátt að þú veist, 5%. Já. Því miður, þú veist, það er bara ýmislegt sem bendir til þess að annarkvort sé ríkisvaldið að sólunda sko vinnukrafti í landsmála á einhvern bara áður óþettan hátt. Ég veit ekki hvort það fyrir allt í styttingu vinnuviku eða hvað sko en hún er ekki ókipis. En við erum ekki að fá peningana virði. Það er, þú veist, á endan það sem máli skiptir. Ég ætla að koma aðeins aftur að þessu með skattana og til dæmis á baðlónin og að þetta er hugmyndafræðileg svona umræða sem ég vil aðeins taka eftir. Ég ætla að taka smá útrútur. Og þessu. Við höfum enga stjórn á þessu þætti lengur Andrés. Nei, sem betur fer. Þess er á norðin 5 bara. Það væri orðin 7 ára ef við Andrés stýrðum orðin. 70 ára? Við höfum verið að tala um Amper rafstöðarnar. Þú ert á rafmagnsbíl. Og frábæra stöðar. Og áskrifundur munið fá 2-3 mánuði í frí áskrift.
ég var 2, ég segi 3, ef ekki segja bara 3. Jú. Já. Þú splæsir. Ég sé að Andrés, þú varst nú vel hlaðin í vikunum, búin að hlaða vel á rafstöðinni. Þú varst með, ég veit að sko, þið langar að skrifa áramótasköp, en þú fegst að skrifa aprilgap Moggans. Satt. Þannig að þú veist, þetta er 1 skref í áttina. Það váttu nú heldur betur athygli. Já, ég meina, það er gömul hefð að vera með, að fjölmiðlar séu með aprilgöp og alveg svo, ég meina, bátum við létum við hlaupa hérna april og maður sá nú í gegnum sund að þessu en létt sér hafa það samt. En já, ég skrifaði aprilgap kílómetragjaldið að hérna, að því að það var komin fram þessi undirskriftasöfnun þar sem að 2000 voru að krefjast þess að það er lagt niður og nefndu sérstaklega til sögunar að það hefði náttúrulega komið sko hart niður á fólki sérstaklega eftir að bensinnið fór síðan að hækka svona ákvæðlega verði og ennú vist ekki allt komið enn í þeim efnum og þú veist maður skilur alveg þessar ágjörðar allar en Gabbi gekk út á það að ég þóttist að tala við Daðamá Kristófsson sem að sagði, já, þetta kerfi ennú ekki með ósveinlegt margur heldur, hérna það er hægt að sækja undanþágur eða afslátt af sérstökum ástæðum og jafnvel niðurfellingu. En það hefur í gildi sem sagt þann tíma sem að innleiðingin á þessu gjaldi hefur á sér stað, en það er að renna út. Bara í dag er síðasti dagurinn. Já, 1. apríl. Já, og hérna, og þess að getið sem sagt í fréttinni mitt með 1. apríl og að það þyrfti að fara á skattinn og sækja eyðublað sem að var 010426 svona þess að aðeins að gefa smá ávæningaði að það væri fleiri í þessu en þetta lukkaðist bara ágætlega, ég meina það var hérna slatti af fólki sem að fór niður í hús íslenska ríkisfjármála sem að það sem skatturinn er með sínar höfuðstöðvar. Heitir húsið það? Það heitir það. Og Fjársýslan? Jú, eru þarna öll sem er saman að reikna. Okay. En hérna, og það var mikið hringt líka og maður sá það á spjallþráðum á félagsmiðlum að þar var fólki mikið niður fyrir og hérna og sumir töldu að þarna væri loksins lausnin en það var líka alveg nóga fólki sem var að segja, þetta er gap sko. Það sem vakti athygli mína var sko þegar að, ég meina, svo birtir skatturinn á heimasíðu sinni tilkynningu að þetta veri gap og samfélagsmiðlasíðum sínum. Já, sem skiljanlegt er. Og prentar út þetta, þeir sem eru að horfa þáttinn sjá hérna myndina sko sem að prenta út og setja í andirriðið að þetta sé aprilgap og beða fólk að vera ekki að koma niður til að fá niðurfellingu kílómetragjaldsins. Það er seint samt að beða fólk að koma ekki niður þegar það er að lesa skiltið. Þá lostur allan við að fá það inn. En bara, þú veist, ekki trufla á gryfjuninni og hérna þarna var skatturinn að kvart undan álagi, ég held að það var ýmsir kvart við skattinn undan álögum, en það er annað. Það sem vakti athygli mína var sko viðbröð ekki veifa hníf hérna framan um mig. Bara viðbröð annara fjölmiðla í þessu. Já. Í svo Rúv og Vísir svona sko, tóku þetta nærri sér. Já, mér fundist það nú svona asnaleg viðbröð sko, af því að aprilgap er aprilgap, þetta er bara brandari. Og flestir fjölmiðlar eru með eitthvað slíkt og hinga til þá hafa menn bara svona haldið í sér og ekkert að vera að koma upp hérna einhvern veginn, sjáu þið, hann er að gappa, þetta er tónt platt. En ég sá að Vísir, hérna, Kjartan Kjartansson þar, sko, hafði sambandi fjármálaráðherra og hver annar? Og bara spurði hann út úr, sko, þráspurði, þá hann fekk að út úr ráðherranum að segja, sko, ég reyndar vissi af því að það var í gappi uppskilgu, en hérna, ég veit ekki hvort ég hef nú gert það svona, sko, og eitthvað. Gott og vel. Var ekki Kjartan að fá velun þannig að það voru blaðmannafélaginu, skemmtilegasti blaðmaður landsins? Er það ekki orðin einhver sérflokkur? Ég er ekki blaðmannafélaginu, þannig ég veit ekki. En Rúf fór síðan, þú veist, sömulegis að staða eitthvað og mískildinu greinilega ráðherrann, sko. Héldu við fram að það hefði ekkert sambandur haft við hann og eitthvað. Síðan var því nú, sko, var það leiðrétt eftir á og kom bara svona lítið lína neðst, fréttin hefur verið uppfærð. Ekkert að megin fréttapunktunar og fyrirsögn hefði verið breytt, sko, en ok. Ég veist, sko, þetta aðalega til margt sem það bara, þú veist, það er eitthvað fólk þarna sem er með bara mjög nötrandi hjarta eitthvað. En bara hversu leiðilegur er þetta að vera? En ég vil reynda... Bara hér hefur þið sagði brandari og nú skal stöðva hann. Ég vil reynda að gagnrýna þig, Andri, ég ætla að fá að koma frá gagnrýna þig. Að mér fannst þetta mjög ófrumlegt og ófyndið aprilgap. Vikur býst að mér. Vegna þess að allar yfirlýsingar Daðamáls skattamál hingað til hafa verið aprilgap. Eins og 30. janúar þegar hann sagði, við ætlum ekki að hækka neða skatta. Djók. Þú samt ekki það. Já. Þannig að núna eru þeir búin að lýsa yfir þeir ætla að hækka bankaskattu 6 milljarða, en þó ekki.
þannig að hann endar sennilega 12 milljörðum sko. Þetta er allt svona hjá þér. Já, en hins vegar sko bara í ljósi þessari svona einkennilegu afstöðu kollegana að þá ákvað ég að birta aðra frétt Já, til þess að bara besta fyrirsett sem ég hef séð. Það skera var út ótrúlega fyndið. allt í þessu sko að bara, að því að stundum eru náttúrulega fjölmennlega vefengdir að þeir sem nægilega áræðanlega fréttir eða jafnvel reyndir af einhverjum hlutiðandi og stíga þá stundum mjög hófmöði fram og sé að standa við fréttina og jafnvel þó svo er leggi sko ekkert fram því til stuðnís að það er bara annað en að þeir hafa ákvaða en við sem það byrtum frétt Morgunblaðið stendur við aprílgabið og hana nú sko. Bara, Við höfum nú lent í því bara síðustu daga að þurfa að standa við fréttir og það er ótrúlegt að sjá menn einhvern veginn taka mokkar. Morgunblaðið upplýsir þetta Hamarsliðana á Höfðatorgi og það stíga bara allir frá að segja við höfum bara enga ástæðu til þess að rengja lögregluna. Og einn af þeim er sjálfur Bubbi Mortens. vinur okkar. Og það var hrikalega fyndið. Hann var eitthvað að rífa kjátt á Facebook og hún er nú sjaldnast svarað nema mér og þá segir hann eitthvað af hverju hefði ég eitthvað ástæðu til þess að og hver hefur ástæðu til þess að rengja lögregluna eða telja hann að hafa eitthvað óhreint mjöl í pokahotninu. Segir Bubbi. Sagði Bubbi, þá var bara einn gaur sem að koma og póstaði bara laginu hvað heitir lagið? Ekki benda á mig. Já, ekki benda á mig. Þetta kvöld var ég að æfa lögreglu kórinn. Þetta er bara maðurinn sem er búinn að semja lag það hvernig lögreglan segir ósatt. Bubbi er svo mikil góðborgari. Nú, hann er bara þetta í 20 ár búinn að keyra á fínu Range Rover og hafa það gott og með fjármagnstekjur og rosalega fín. Þannig að hann er náttúrulega bara að verja kerfið út í óendanlega. Já, eins og Rúf reyndi að gera þarna, sko. Þetta var einhvern veginn, menn voru einhvern veginn að barma sig yfir því að það væri álag á skattinum og er þetta ekki óþægilegt þegar allir er að hringja og koma og bara greiði starfsmenn skattsins og... Þurfa bara að fá við liðveislu sko. En við þetta besta aprilgaf söguna var þarna munið eftir þegar að Moggin sett upp könnun þegar það átti að fara að setja tíðúskallin í umferð og við verðum að ræða það hver ætti að vera á tíðúskallinum. Og MBL sett upp könnun og með nokkrum tillögum að því hverju það getur verið. Það var Vigdís Finnbogadóttir og Snorri Sturluson og meðal annars Davíð Oddsson. Þá var þetta ritstjóri. Og svo gafstu klikkað á og þér var þakkað fyrir þáttökuna og sagt, takk fyrir, já þú hefur valið þetta, takk fyrir þáttökuna. Og það skipti engum máli hvað menn íttu á að svarið var alltaf Davíð Oddsson. og byrtist sko mynd af seðli með kallinum á. Það voru allir komarnir sem hafðu tekið þátt í. Þeir bara urluðust, bara hringjandi inn algjörlega bréf sem bara, þetta atkvæði fór á ranga stað og... Já, það er en þú veist bara ef það er eitthvað fólk sem getur ekki tekið bröndurum jafnveg þó sem þau séu ófrumlegir að sko það áeiginlega ekki geta orðið fréttaefni hjá alvöru fjölmiðlum með einhver annar fjölmiðl hafi sagt brandara. Ef þú getur ekki tekið góðum brandara farðu þá bara inn á Vísi lestu bara greinandir eftir Kjartan Kjartansson loftslagsvána og það hvernig við erum öll að fara að drukna hérna á einhverjum kóralrifjum í Suðurhöfn. Við þákað. Sem fyrst. Svona er þetta. Já. Herru, þetta var smóturtúr. Birgir, eða kveika grillinu? Yfirtúr grillinu? Nei, ekki. Við myndum það svo yfirtúr aðan. Það fæst í kjöttkompaninu. Já. Þannig að... Þetta lamp er salgæti. Þið eru hrifnir af gasinu líka? Já. Fólkilega. Já, ég þarf að fara að testa þetta. Yfir grillinu, þá langar mér til að, svona aðeins að klára þetta með skattir á ferðarþjónustuna. Við erum nú að rósa Finnið Aðalbjörnsinni, vinn okkar í Skógavóðum. Já. Hann lætur ekki já, hvernig hefur þetta? Hann lætur ekki vaða yfir sig. Já, þetta verða menn að láta vaða yfir sig þegar kemur að skattheimtu, en hann svarar þeim bara fullum hálsi. Þetta er bara maður sem að hugsa ykkur, þetta er jarðvinnuverktæki sem að hefur unnið mikið, hann og konan hans hafa verið í atvinnurekstri á Akureyri í áratugi. Gisti þjónustu, snjómokstri, jarðvinnu, verktaka bransanum. Svo eru þau einhvern tímann að sigla með Eyjafjörðinn og sjá, virða fyrir sér heitavatnsfossinn út úr Vaðlaheiðargöngum. Já. Og þau átt að sjá að þannig er verðmæta... Dýrasta guð upp á sögunar. Já. Þöks í Kristjáni Möller og Steingrími og Sigfúsinni. Já, hvað blessið það. Að þau sér að fá þessa hugmynd að opna þessi skógarböð og þau ráðast í þetta og ég veit að þetta var gríðarlegt átak, þau veðsvettu bara allt sem þau áttu, fengum með sér fjárfesta, lögðu allt undir
og eru núna búin að skapa ekki aðeins fyrirtæki sem skapar, þegar allt verður talið yfir 100 störf, heldur líka afþreyingu á svæði sem að skortir afþreyingu. Það er tvennt sem hefur vantað á Norðurlandi til þess að byggja upp öflugri heilsársferðarþjónustu. Það er meira gistrými og fleiri afþreyingamöguleikar. Þó þeir séu allmargir að þá þarf að búa til marga áningarstaði sem fólk getur svona tikkað í bóksi með til þess að vera að fara norður í 2, 3, 4 nætur. Og þetta, skógaböðin ásamt fleiru, eru auðvitað vaxtarsproti til þess að laða að flugfélög sem að fljúga beint. EasyJet er að gera það. Það verður að reisa fleiri hótel. Skógaböðin er að reisa 120 herbyggja hótel meðal annars. Og hann auðvitað, þegar hann sér þessar skattahækkunar hugmyndir og við vitum hvernig hann hefur beint öllum hagnaði skógabæðan í frekar uppbyggingu til þess að gera þetta lífvænlegu öflugu fyrirtæki, að þá segir hann bara sem sagt ég þakka Guði mínum að þetta fólk þarna á Alþingi sé ekki að reka fyrirtækið mitt. En það væru skógaböðin ekki til ef að þetta fólk væri í þessu verkefni. Þetta bara hugsið ykkur fólkinn á Þingi, haldið þið að þau hefðu einhver þeirra sem það sitja, náð þeim árangri sem að þessu öflugu hjón hafa gert. Nei. Það er bara útilokað. Það sem er alltaf áhört í þessu, ef að spila ummæli Þorgerður Katrín alltaf tjáði þessu þetta þegar ríkisstjórnin var mynduð skatta. Já, hún alltaf gaman að heyra tóku. Núna að ganga bak orðarsina með það. Þetta var rifjað upp núna þegar var ákveðið að hækka virðisaukaskatt boðuð virðisaukaskattshækkun á ferðaþjónustuna. Þá skulum við rifja upp þessi orð Þorgerðar Katrínar frá þegar ríkisstjórnin var mynduð. Og spilda, Birgir. Og ég vil taka það fram í þessu samhengi líka. Við ætlum ekki að hækka tekjuskatta á fólk, við ætlum ekki að hækka skatta á lögaðila, við ætlum ekki að hækka fjármagnstekjuskatta og við ætlum ekki að hækka virðisaukaskatta á ferðaþjónustu. Þar höfum við það. Það er fyrir sjóleika. Já, var þetta ekki aprílgap? Var þessi stjórn ekki mynduð 1. apríl? Nei, það er ekki alveg svo gott. Þetta er kaldur raunveruleikinn. Nei, það er líka, ég efast ekki að það hefur verið fullur og góður ásendingur þetta á þessum tíma, en það er hvað það veitist létt liðlega ári síðar að snúa því við. Og það er ekki eins og það sé einhver sérstök vá sem að vofi yfir sem kalli á það bara núna þurfa allir að leggjast á árarnar, eða að þetta séu stórfenglega fjármunir fyrir ríkissjóð sem að mun einhverju bjarga. Eina fréttin í þessu er það að það hefur verið að svíkja að gefa lof. Já, en það er annað í þessu, Andrés, að því að hinum megin við borðið eru síðan þessi rekstraraðilar og eitt af því sem Finnur bent á er það að þeir eru ekki bara að selja okkur Íslendingum með hon í skógaböðin, þeir eru líka að laða til sín ferðaþjónustufyrirtæki og hópa. Skógaböðin hafa nú þegar gefið út verðskrá fyrir næsta ár, eins og eiginlega allir þessir ferðaþjónustuaðilar. Búin að selja fullt inn á næsta ár. Búin að selja hellinginn. Og það er þetta gert á grunni þess að skatturinn sé í neðra vaskþrepinu en ekki efra. Þannig að þetta aftur með fyrirsjáanleikan. Gott og vel, menn vilja gera breytingar á skattkerfinu, en væri ekki eðlilegt að svo regla gildi að það næði þá yfir að minnstakosti heilt rekstrarár og líðandi ár áður en kæmi að skattabreytingum. Þannig ef að menn segja, við ætlum að hækka hér skattin á baðlónin, að þá kæmi það ekki til framkvæmda með fjárlögum fyrir árið 2027, heldur með fjárlögum 2028. Er það ekki bara sanngirniskrafa? Maður hefði haldið það, jú. En maður sér, kannski punktur sem langar til að koma inn á þessu, sem er þessi umræðum verðmætasköpun og skatta, maður sér svona ákveðin tón í þessu tilíki galt baðlónunum það að þau hafi hagnast og þar með eigi ríkið einhverja heimtingu á því að hirða þann hagnað, en ekki eigundunum sjálfur. Þetta við þór sjáum við að mér finnst óþægilega oft og auðvitað í leiðurum og svona pislaskrifum í heimildinni á RÚV og einhver svona vinstrisinnu miðlum, en þetta er einhvern veginn svona mantran hjá þessu fólki það að það sem gengur vel, eins og við erum að nefna hérna skógaböðin þar sem að hjón bara ákveða að leggja út upp í þessa vegferð, leggja allt undir, þau hafa hagnast vissulega, hafa einu sinni greitt sér arð, eru síðan nýta annan hagnaði það að byggja upp hótel og halda áfram að byggja upp, en það er einhvern veginn sjálfgefið að ríkið og það með innan gæsla bara samfélagið heimting á því sem aðri gera. En það er líka, bursi frá þessari umræðu ríkið og samneysluna og það allt,
Það er þessi furðulega hugmynd sem verið að læða einhvern veginn að fólki að sko, ef þú farið frábæra hugmynd, leggur eftir sölurnar og gerir eitthvað og þú farið eitthvað út í og það gengur vel eða bara þú veist, kaupir fyrirtæki og þú gerir meira úr því, bara því að þú ert góð stjórnandi og ert með frábært starfsfólk og eitthvað, að þá geti ríkið sagt, aha, þarna peningurinn og þarna ætlum við að taka hann, en það hérna sé innifalið því sömuleiðis að það hlífa hinum sem ekki góðir, sko, skuðsónum, að sé ekki eftir neina slægjast þar. Það eru öfugu hvatar. Já, þvert á móti, ég meina það þú veist að því að ríkisstjórnin var nú að tala verðmætasköpunar haust sem að guðum að auðvitað hvernig kemur, en þá skilur maður ætla að þeir bæri eitthvað skinnbrað á það að til þess þar hvata. Þú vilt íta undir þá hugmynd hjá fólki að það leggur eitthvað á sig, að þá munum það njóta þess og fá eitthvað út í og ekki bara það, þú vilt að hitt fólki vita líka, svo það fari að hugsa á kvöldin, ætti ég kannski að gera eitthvað. Nei, það má heldur ekki gleyma því þegar að vera að tala þessu auknum skatt og annað, að það er nú þegar þannig að ef að fólki vegnar vel, að þá nýtur alþýðamanna og ríkissjóður góðs að því. Þannig hversinn sem gott fyrirtæki nær að skila 10 milljón króna hagnaði og sá hagnaður að lokum greiddur út í arð til þeirra sem að hafa skapað þessi verðmæti, þá fara ríflega 40% af fjárhæðinni til ríkissjóðs. Þannig að fyrir hverja 10 milljónir sem þú hagnast og greiðs út í arð, þá fara yfir 4 milljónir til einhvers annars en þess sem að skapaði verðmætin. Þannig að ef að skóaböðun á einhverju tímapunkti skila 100 milljón króna hagnaði og það er allt greitt út í arð, að þá fara yfir 40 milljónir í ríkissjóð. Já. Þannig að og þegar menn að segja eins og nú þurfa fyrirtækin að halda aftur af sér og í gróða sókn og ég veit ekki hvað betur, ef þú gera það þá verður ríkissjóður á tekjum og ég er nefnilega hjó eftir því alveg dæmalösu viðtalið við Þvottabjörnin hérna í RÚV á Silfrinu á mánudaginn, Ásgeir Brynjar Torfason hérna ritstjóri vísbendingar. Sko ég veit ekki hvort að við ætlum að láta hann hafa Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði eða hagfræði annað hvort, en ef ekki að spila hérna smá þú er komin langt á undan sko í dagskránni sko. Mér er alveg sama, ég ætla bara að því að þetta snýr að þessu með skattana og hérna sjáum hvernig það er ekki þessi klippa, þetta er seinni klippan sem að við vorum með það sem að við erum að fara yfir þetta. Björkir í búlis er alveg hérna sveittur á baku tjöldum. Af því ég er að breyta á dagskráni. Sjáu þið hvernig Ásgeir Brynjar skýrir fyrir okkur hvernig hagkerfið á Íslandi virkar? Að sko hagvöxturinn undanfarin ár hefur verið bóluhagvöxtur eða froðuhagvöxtur, þar að segja hann hefur ekki verið neitt raunhagvöxtur á mann. Hann hefur bara verið innfluttur fyrir hérna túristabóluna sem bjargaði okkur vissulega frá 2013. Ekki bara fyrir hana. Nei, en og síðan fyrir bara uppbyggingu kjarninni sá, hagvöxturinn er drifinn áfram af aðfluttu vinnuafli og það þurfti ríkisstjórnarskipti og einhverjir fóru að reikna upp á nýtt að það mætti tala hér að hagvöxtur á mann hefur raunverulega ekki verið neitt eða nánast ekki neitt undanfarin ár. Samt erum við með nánast bestu lífskjör í heimi. Hvernig fer þetta saman? Lífskjör, já, sjálfsög. Við erum eitt ríkasta land í heimi. Já. Okay. En ég bara bend á það að hagvaxtarsóknin til þess að halda hér uppi hagvexti, ef að hún er byggð áfram á því annars vegar að hérna éta upp náttúruauðlindirnar okkar sem gæti komið neikvætt út fyrir ferðaþjónustuna eða bara að vera með ákveðna froðu bólu meðan á því uppbyggingar ástandi stendur og flytja inn fólk til þess að drífa áfram þann hagvöxt, að þá skilar hann ekki neinu sjálfbærum góðum lífskjörum að því að það lendir í því eins og við erum að upplifa núna að hagvöxturinn í raun er bara búin að vera til þess að byggja hér og byggja Airbnb og leiguíbúðir og hótel. Það er ekki búið að byggja neitt Airbnb reyndar. En það er fjöldi fólk sem á auka íbúðir sem það leigir út. Það eru færri en þú heldur sko. Jólagrauturinn kom snemma í ár sko. Hvaða grautarhaus er þetta? Bjarnheiður Hallsdóttir náttúrulega sem er hagfræðingur. Já, fyrrandi formaður. En ég átta mikið sko. Svarar hann hana? Ég heyri hann og
Þór Snæ og sem að ráðherra ríkisstjórnarinnar að tala mjög mikið það að sko þessi hagvöxtur á mann sé þetta er eitthvað nýtt hugtak sem við erum mikið að nota og þetta er eitthvað sem kemur úr bresku stjórnmálunum trúi eins og markaðum en gengur svo vel það núna já, en hver lausnirnar sem við veit okkur er það nauðungarflutningar á útlendingum á landi til þess að ná þessu niður bara eða þú veist, bara bera gamla fólkið út í snjóin þar að segja vegna þess að það er augljóst mál að þú vilt ná þessum hagvist á mannu upp og þá bara fækkar þau genfald mál. Þetta sem þið voruð að hlusta á hér þessar hagfræðikenningar ritstjóra vísbendingar eru þær kenningar sem að ríða húsum núna hjá stjórnvöldum og eru sömu kenningar og leiða af sér þessar skattahugmyndir sem nú eru uppi. Við sáum þetta líka þegar Keresis tilkynnt að þeir var að fara að greiða 40.000 milljónir í ríkissjóð í september í skatta og Indriði Þorláksson, fyrrum ríkiskattstjóri og besti vinur Þórðar Snæs og þessara vinstri kalla allra, hann skrifa grein og leyfi sér að halda því fram að þetta sé skattasniðgang. Nú er það skatta undanskot að borga 40 milljarða í ríkissjóð. Hvað eru skattgreiðslur ef þetta eru skatta undanskot? Já. Það er búið að snúa öllu á haus. En það er nú líka, sko, ég var nú að tala við hagfræðingur daginn sem bent að, sko, ef menn vildu fyrir að fara út í einhverjum svona mælikvarða, þá væru þeir ýmsir til og þar meðal getur við tekið hagvöxt á vinnustund og hann sagði, þá kemur í ljós, hann er bara í mjög fínu lagi hjá okkur. Ef hagvöxtur á vinnustund er í góðu lagi en hagvöxtur á mann ekki góðu lagi, sá munur sem þar er á, hann segir okkur þá einhverja sögu sem að lítur að henni sama og við höfum verið að ræða varðandi framleiðni. Varðandi það hvernig stytting vinnuviku og svo framvegis í þessum útbelta opinbera gera okkar hefur að falla saman. Það er þá kannski eitthvað sem við geta tekið á en tilvarnir eru ekkert það. Já. Ég berist bara afsökunar á því að var látið þetta yfir ykkur ganga. Já, Rúf bauði upp á þetta. Já, við bauðum upp á þetta. Já, við skatt. Mér varst þetta bara mjög fyndið og þakka kærlega fyrir. Já, takk fyrir að dýra þessu mjög, Stefán. Við vorum með leik í síðustu viku með vinum okkar hérna í kjötkompaníinu og kampaðansfélaginu. Já. Það var að gefa páskalamb og vín. Já. Ok. Voru ekki með vínflöskan einhvers staðar í settinu? Við vorum að drekka hana. Já. Hvaða vín er þetta? Það er, við vorum með gjafaleik. Nei. Bíóndi Santi. Rosso frá Bíóndi Santi. Já. Heyrðu, þetta er ekki auglýsing samt, sko. 2022, nei, þetta getið dreigið mig út í þessum leik. Ef þetta var auglýsing, þá myndi ég segja að það væri hægt að kaupa þetta í smáríkinu og kampaðansfélaginu og annar staðar og ríkinu þetta. Þannig að en þetta er ekki auglýsing, þannig ég er ekkert að taka fram. Út á hvað gekk þessi leikur? Við bara, mjög einfalt, við byggum bara til fæslu, sögðum fólki að við ætlum að gefa páskalamb og rauðvín. Fólk þurfti að læka fæsluna, læka... Er hún seint að gera það núna? Já, það er svolítið seint. Læka kampaðansfélagið og kjötkompaníið. Það eru tæplega 500 manns sem hefur lækað fæsluna og Búlis strákarnir, þeir eru búin að útbúa kerfið þar sem við ætlum að draga úr þessum leik ef við ekki gera það bara hér í svona næstu því beinni útsendingu. Keyrum þetta í gang. Þið jafnlið á lampinu hér á meðan. Nei. Ok. Gengur þetta? Nei. Já, samt, ég meina hún vann. Hún vann. Já. Við erum ekki, þetta er ekki redistribution kerfi hér á ríkinu. Herri, þetta verður bara svona. Byrju, akkur er það mótið þessu? Þetta frænkaðinn og nafna. Fyrir þá sem eru að hlusta. Svona byrtist öfundsýkin í samfélagi. Fyrir þá sem eru að hlusta, þá er þetta Andrea Sigurdóttir, nafna Andresar og kollegi á Morgunblaðinu. Frænka og kollegi. Til hamingju, Andrea. Já. Svona virkar leikurinn bara. En ég ger ráð fyrir því að hún sem búin að læka kjötkompaníið og kampaðansfélagið líka. Þið voruð að íhuga að svipta hana þessum verðmætum? Já. En við gerum það ekki. Andrea, til hamingju. Við græjum lamb og rauðvín á þig. Hún getur boðið fjölskyldu eða vinum í... Sturlað rauðvín frá Toskana. Það er það. Jesús minn. Heldur betur. Talandi um hann. Til hamingju með þetta, Andrea, okkar ágæta vinkona. Hún hakar í öll box. Í lífunu eða bara í þessum leik? Já, í leiktum, já. Er það ekki? Jú, bara.
Við fóknum þessu. Já, heldur betur. Áfram gag. Já. Herðu, til að mikið þetta Andrea, gleðilega páska. Hvað ætlar að segja þetta oft? Við ætlum að fara í næsta lið. Hvað ætlar að segja þetta oft? Frumherji, endurskoða vikunar. Já. Þeir miðar voru nú sendir bara beint til Sanngirniseftirlitsins í Borgartún 26 og beintur héraðsdómi. Já, það var bara dómstóla sem gera það. Það þurfti ekki okkar atbeina til þess. Það þurfti ekki, það þurfti ekki starfsmann á frumherji, heldur bara héraðsdómar til þess. Já. Heldur betur sem að Sanngirniseftirlitið fekk raskiltingu. Já. Það er ekki, bara svona til vægt sittur orða tekið. Það er nefnilega vægt til orða tekið. Að ég skrifaði frétt þetta hérna í blaðið og síðan bara því að lasa morgun eftir þá segir, heyrðu, þessi frétt var ekki nógu löng hjá mér og ég bara var ekki nógu afdráttarlaus hvað gerðist þarna. Vegna þess að þegar maður les dóminn að bara Samkeppniseftirlitið er kaghýtt hvað eftir annað, ekkert sér til málsbóta, allt í tjóni og rugli, bara óboðlegur málflutningur í hafðum, þegar við reynda að kaffara réttinum í skjölum og mótaðalunum, samskipum. Hvað var þetta aftur löng? Engilega að taka 140 og eitthvað blessir. 135. Er Þórður Snær farin að vinna þetta? Nei, en ég meina uppalega úrskurðurinn var 3000 síður, og þeir bara bókstaflega lögðu fram 2000 af síðum í skjölum sem síðan flokkuðu ekki almennilega segja að þetta er bara 44 skjöl, en í hverju skjalamöppu voru kannski 100 skjala. Og síðan bara í þegar þú verið að reyfa málið þá satt, já, í skjölunum má meðal hans finna og dómarinn satt eftir bara að klóra þetta sér hvar er þetta að finna það í þessum bunkum. Þannig að þetta er dómarinn, hann vísaði málinu frá ex-officio, það er að segja bara sjálfstæðum, þannig að samskip þurfti ekki að hafa upp í neina kröfur, bara dómarinn sagði þetta er ótækt mál, út með þetta. Þetta er snýst til upplifun það að eins og fólk mann þá laði Samkeppniseftirlitið sekt á samskip, 4,2 milljónir það ekki, ef Jú. Sem að áfrýjunarnefnd samkeppnismála lækkaði síðan næstum því helming og Samkeppniseftirlitið er að kæra það ákvörðun til dómstóla. Já. Sem er algjörlega galið, það er hafið leyfi til að gera, en gera samt. Það var nú það sem að Þórdís Kolbrún reyndi að breyta þegar hún var atvinnuvegaráðherra. Já. Hún ætlaði að lagði fram frumvarp ef maður rétt. Já, náði ekki gegn og Páll Gunnar Pálsson fór og hringdi í alla í pólitíkin, alla í þinginu. Og gerði allt vitlaust og menn svo hvað á að fara að veikja eftirlitsstofnanir. En þar áttu þetta að koma í veg fyrir það að þessi stofnun sem að rýður húsum í íslensku samfélagi gæti endalaust haldið mönnum á gapastokknum opinberlega. Þetta mál búið verið gangið 16 ár. 16 ár, það er þetta ekki hægt að bjóða mönnum upp á það að opinbera aðallega eins og Samkeppniseftirlitið haldi fyrirtækjum í spennitreyju í þennan tíma. Það verður bara að setja einhver mörk á það hvernig þeir geta vaðið uppi. Já, þeir segja 16 ára, málun er ekki lokið af því að, nei, þeir eru áfrýja því að leið og þetta var þessi dómur fjall, eða þessi úrskurður að vísa málunum frá, að þá tilkynna Samkeppniseftirlitið þeir ætla að kæra þetta til Landsréttar. Já, þeir hugsaðu þessi ekki um einn dag, að bara strax áfrýja Landsréttar. Af því að Samkeppniseftirlitið bara lítið svo á, við erum með 100 lögfræðinga hjá okkur, við höfum allan tíman sem við þurfum til að gera voru að fá 30 milljónir frá Hönnugötu til að gera eitthvað hvað er verðbóku einhvern veginn. Já, en þetta er ekki til fyrsta skipti sem að Samkeppniseftirlitið hefur bara orðið uppvist að lögbrotum. Þarna er dómarinn óhrifs með að þeir virðist ekki þekkja til réttarfarslaga í landinu og bara þeirra regna sem gilda í dómsálum. En gleymið því ekki, það er ekkert langt síðan að það var fundið að því að þegar að Samkeppniseftirlitið var allt í einu komið í pólitíska verktöku. Já, fyrir Svandís Svavarsdóttur. Að þykja peninga fyrir þess að komast á hlutum. Það kortleiki íslenska sjávarútveg. Sem að þetta voru bara allir aðgengilegir í fyrirtækjaskráni. Já. En þar sem að var það voru algjörlega rángstæðir. Algjörlega, og var fundið að því að marganhátt vegna þess að það er náttúrulega algjörlega umlegt að ef ráðherra langar að vita eitthvað. Hann hefur leið til þess að kanna það, en hann getur ekki bara vaðið inn í fyrirtæki og heinta að fá sjá fundagerðir eitthvað svo leiðis. Þannig að sem betur fer og þannig þarf það að vera en hann fór bara þá og talaði við Samkeppniseftirlitið og sagði, heyrðu, gera samningu ykkur, þið erum alls konar valdheimildir, þið getið labbað þarna inn og gert það. Og Samkeppniseftirlitið sagði bara, já, gerum það. Endilega. 30 milljónir, málið dött. Ég held að vera 50 milljónir sem. Ég man ekki hvað var þetta, ég meina þarna var bara eitthvað galið stoff í gangi, þar sem bara allar hugmyndir eðlilega stjórnsýslu voru látnar bara varpað fyrir róða og bara eitthvað pólitískt gerræði sem átt að fara að stýra hérna öllu. Já. Þarna hins vegar situr áfram forstjóri Samkeppniseftirlitsins
sem er búin að vera í 20 og eitthvað ár. 21 ár. Þetta er síðasti æviráni ríkistarfsmaður, það geti því. Og sko, einn góðan veðudag ef Ísland gengur í Evrópusambandið og lýðveldið lagt niður eða bara það festi í kjarnorkubáli eða bara eftir 7 milljarða ára þegar sólin gleypir jörðina. Þá verður Páll Gunnar Pálsson ennþá fórstjóri samkeppniseftirlitsins, sanniði til. Ætla að verði fórstjóri samkeppniseftirlitsins á efsta degi. Já. Þegar himinn og jörmunu renna saman í eitt. Bara þegar óperabókin raungirist. Og veistu það, á þeim degi þá vildi ég ekki vera guð. Þegar Páll Gunnar mætir heldur betur óhress. Rosalegt sko. Haldið að starfsmenn samkeppniseftirlitsins að fengi páskaegg? Það var alltaf nokkur vafi. Já. Mér finnst þetta mál þarna með Ingu Sæland og þessi sérhönnuðu egg og sérhönnuðu umbúðir, þeir eittu 300.000 krónum í umbúðirnar utan páskaeggin sem voru gefin starfsfólki ráðansins. Umbúðastofnaninn. Og svo sem ég skil alveg vel að menn hafi orðið pirraðir þarna á Landspítalanum, en eftir sem áður, hvaða rugl er þetta fólk sem einhverja heimtufreki út af einhverju páskaegg? Þetta er ekki hluti af kjarasamningsbundnu réttindum. Og ég spyr nú líka varandi Landspítalan sem er stærsta heilbrigðisstofnun landsins. Eiga menn þar að öskra sig hása yfir því að vera ekki að fá svona eitthvað kransa eða kýtti eins og páskaegg til þess að svolgra í sig. Var hann ekki frekar ráða að þetta fólk fengi próteinduft eða Allt gott í hófi. eða æfingateygju? Ég ætlaði að gefa ykkur páskaegg. Frá Nóa. Ok, Við vísum bara svona lítil. ok. Bara til að því að við erum svo hófsamir. Mér sýndist þetta að vera eggin frá Blöss. Þannig ég er með þau líka hérna. Gerður allar að koma með þau hérna. Já, Kemur voltsendingu eftir. Já, þetta er ágætlega hólögt hjá þér, þetta er hvað vantilega stærð 1 eða eitthvað Já. slags. En sko, ráðherrann fekk stærð 7. Já. Það eru málsættir í þessu. Já. Nú skulum brjóta sig hvort ekki, Andrés, og sjá hvaða skilaboð við fáum inn í hátíðina. Gerið þið það með látum. Ég brjóta á afláta okkar kannski. Sko ég kaupi alltaf Nóa egg. Mér finnst súkkulaði þeim best. Klassíker. Herðu, með vinnum okkar í Ekkoskóm, við mældum stíga á svið. Það er að Stefán, hann er búin að stíga á svið nokkur sinnum í dag og stundum út úr dagskrá og ótífumbert og allt það, en þannig er þetta bara. Þannig hefur þetta gengið í 5 ár. Og með að þú finnur málsætið, þá finnum, ég veit að Stefán vildi spila aðra klippu úr Silfrinu eða ekki. Er hún tilbúin? Ok, áður komið henni, er þið komið málsættin ykkar? Já. Já, Stefán, þessi er nú ætlaði þér. Og þessi þér. Enginn verður óbarinn biskup. Já. Þannig að bara segðu til og ég skal berja þig. Já, nú var að losna biskupsembætti í Skálholti. Það er spurning hvort að maður skettir sig í kosningabaráttu. Já. Þú ert búið með guðfræðina? Ég er ekki algjörn. Já, ég er með embættsgengi hjá þjóðkirkjunni. Já. Ég er frábær biskup. Jæja. Ég veist ekki Nú dreigir þú heldur úr. En maður svona, alltaf þegar maður velti þessu fyrir sér, hvort að maður ætti að fara í biskupskjör. Sem þú gerir reglulega. Já, þá velti maður þetta fyrir sér örlugum þessara kollegamanns, Jóns Arasonar, sem var þetta þann 7. nóvember 1550 höggvinn og tekið á honum höfuð í Það er Skálholti. þá til einhvers fyrir það að hlakka. Hann var reyndar hólabiskup, en synir hans 2 höfuð þeirra fugu með. En svo verður mér gjarnan þegar ég ekki við Brúará, skammt frá Skálholti, gjarnan hugsað til Jóns Gerrekssonar biskups, en hann var árið 1433 tekinn af lífi með jafnvel enn ókvæmlegri hætti. Honum var tróðun í strigapoka ásamt stóreflis grjóti, það var bundið fyrir og þau fleigðu honum í Brúará og drekkt honum. Þetta er nú kannski svona skelfilegustu aðfærirnar sem að biskuparnir okkar hafa fengið, en nokkrir aðrir auðvitað lent í óblíðum. En þegar þú ert að hugsa aftur þessara kollega þina, ertu það að hugsa að þetta er eitthvað sem þú myndir gera eða verða fyrir? Ég er svona kannski meira að hugsa sko, er þetta eitthvað sem ég þyrfti að gera til að komast í embætti? Já, ok. Ekki mun standa á okkur. Nei, heiðu en minn málsáttur til þín, Andrés Magnússon. Oft má lyf af eitri brugga. Algjörlega. Já, það er eitthvað. Það er annar mál. Erum við að fara að spila meira? Nei, ég vil bara heyra meira þessa biskupsdrauma þína. Nei, Eru þeir virkur á TikTok eins og núverandi biskup? Jesús minn. Vildur þið dansa? Myndur þú dansa þegar Jón Gnarr kemur heim? Ég vona að í Skálholt veljist öflugum maður. Kristján Björnsson hefur unnið þarft og mikið verk í að taka dómkirkjuna fögru í gegn og það hefur verið stóreflis átak.
Núna þarf hins vegar að fara í enn stærra átak í því að reisa stóra mikla kirkjumiðstöð og sögusýningu sem gerir þessum ótrúlega stað rétt, eðlileg og sanngjörn skil. Og kirkjan verður að gera þetta og reyndar í samráði við einkaaðila því að þetta er framkvæmt upp á, myndi ég halda 6-8 milljarða. Því að í Skálholt hafa við að koma 200-300.000 manns á ári. Þar hefur ekki verið nein alvöru aðstæða til að taka á móti fólki eða til að miðla þessari miklu sögu. Hvorki salernis aðstæða eða annað sem að ræður við þennan fjölda. Nú er afþreyingar möguleikum þarna á svæðinu í kringu gullna hringina fjölga mjög. Og mín spá er svo að ef að kirkjan gerði sig ekki brók og gera eitthvað í þessu, þá detti Skálholt, sem er einn helgasti staður landsins, sennilega helgasti staður landsins ásamt Þingvöllum, bara út af radar hjá ferðarþjónustöðlum og fólkið. Fólk hefur bara aðra spennandi staði að sækja heim þar sem að betur er tekið á móti fólki. Og það þarf að ráðast í þessa uppbyggingu og þarna er algjört dauðafæri því að saga Skálholts, hún rekur sig til landnáms, Gissur Hvíti Teitsson á Mosfelli, hann á son sem heitir Íslefur Gissurason og hann stofnar þar fyrsta biskupsstólinn á Íslandi árið 1056 og það er síðan Gissur Íslefsson sonur hans sem að gefur Skálholt til kirkjunar. Síðan þá hefur Skálholt verið, það var alveg til 1800, miðstöð bókmennta, latínunáms og valds á Íslandi og þarna urðu gríðarlegi viðburðir og atburðir, reistar stærstu timburkirkjur í heimi, Gíslakirkja á 16. öld, Brynjólfskirkja, Eiður Ragnheiðar Brynjólfsdóttur er rosalega dramatísk saga, aftaka Jóns Arasonar, þýðing Nýja testamentis og Gottskálkssonar 1540 og þarna var náttúrulega lærðiskólinn að stofna til sko, þess vegna er hann að verða 1000 ára gamall brálega. Hann er stofnaður 1056 samhliða biskupsstólnum og í Skálholti er merkasti forngripur sem við Íslendingar eigum, það er steinkista Páls Jónssonar biskups. Páll Jónsson lést 1211, sonu Jóns Loftssonar í Odda og einn menntaðasti maður síns tíma, tekur við á Þorláki Þórhallssyni 1195 og hann er eini Íslendingur sem að borin til grafar eða lagður til hinstu hvílu steinkistu og það er sagt frá þessari steinkistu í biskupasögum og sagfræðingar og bókmenntafræðingar voru farnar að efast að þetta veri sagt, ég held bara að þetta veri helgisögn. Þar til að hefjast fornleifa rannsóknir í Skálholti 1954 og menn koma niður á steinkistuna og hún er í kjallara dómkirkjunar en mjög fáir sem sjá þetta og ef að kirkjan hefur einhverja döngun í sér þá er þarna hægt að koma upp gríðarlega flottri miðstöð sem að mun skapa miklar tekjur fyrir kirkjuna. Þetta er þessi saga á menningarna bækni sem... Já, og allir ferðamennin sem eru til að borga 2, 3, 4 skatt fyrir að koma og kaffibolla og samlók og þetta, þarna getur kirkjan hafið stórsókna nýju. Þegar í dag er kirkjan í þeirri stöð og hún þarf að fara og fer bónleið til búðar þegar ríkið neitar alltaf að hækka sóknargjöldin og menn treystar sig ekki eins og til að reisa nýja kirkju í Mosfellsbæ. Mosfellsbær sem er eitt mest stækkandi sveitafélag á Íslandi, lýðfræðilega yngst, fullt af barnastarfi og möguleika þar, þeir hafa bara Lágafellskirkju og kirkjun á Mosfelli upp í Mosfellsdal. Og þeir segja bara, það er engin peninga til, engin leið til þess að reisa nýja kirkju. Ef að Skálholt myndi gera þetta, þá myndi ég spá því að innan 10 ára var þetta veita 2, 3, 400 milljónum á ári hverju í verkefna þessu tagi. Og það veldur bara því hvort að við höfum nógu stóra og öfluga höfðingja innan kirkjunar til þess að ráðast í þetta verkefnið ekki. Við höfum haft á, við höfum þá Geir Vogi í Reykholti, við höfðum í gegnum söguna Brynjólf Sveinsson og Guðbrand Þorláksson og Stefán Jónsson og Ömund, hvað þessi kallar allir hétu, Íslefur Gissurason. Eru einhverju slíkir höfðingjar innan kirkjuna í dag? Það mun koma í ljós í þessu biskupskjöri mögulega. Já. Þá erum búin að fara við kirkjusóna. Já, hvenær er það þú að bjóða fram? Ég er ekki að fara að bjóða mig fram. Ég er að stýra spursmálum. Er einhverju líklegir í það? Já. Já, hverjir? Já, það er kannski rétt að ég lýsa þessu það bara hér yfir. Nei, ég vona til dæmis að Sveit Valgeirsson, sóknarprestur í Dómkirkjunni, bjóða sig fram. Já. Hann er frábær maður og ég vona að hann hafi döngun í sig til að ráðast í verkan þessu tagi og ég býð fram mína krafta persónulega til þess að styðja við það verk og ég trúi því að við séum margir sem að myndum leggja mikið á okkur til þess að þetta getur orðið veruleika. Hann er einn af þeim önnum sem að ég myndi treysta til þess. Þetta sagði Stefán allt í ekkoskóm. Já. Ekki? Jú. Herðu, ef að spila bút sem við ætlum að finna?
Það var annar bútur á Silfrinu, þú hefur hort vel á þetta Já, Silfurstad. ég var bara að horfa á morgun með leiti svo, en við vorum hann með bút þar sem var ekki, ætlum við að skoða þess að Guðmundur Steingrímsson að tjá sig eða Já, það frábært. eða er þetta hvað 20, já, eða ekki þarna, þessi. prófa Ok. Og launaskrið og hinn og þessu. Ég horfi mánuð eftir mánuð á húsnæðislánum mitt hækka. Það er hækkað í afborganir svona, ég veit ekki, svona 80%. Bara á örfáum árum. Og það fyndna ef það ert að hlæja þessu, höfuðstóllinn hækka líka. Veist, hvaða brandar þetta sem við erum í? Svo hækka bara vextir núna út af einhverju sem gerist út í heimi eða bara út af einhverju. Getur einhver sagt mér, getur einhver komið með eitthvað gott plan það hvernig á að komast út úr þessum aðstæðum? En hér satt maður á hann sem var fjármálaráðherra í einhvern áratug með þetta á sinni Þetta var sem Guðmundur Steingrímsson, fyrrverandi formaður Bjartar framtíðar. Sonur Steingríms Hermannssonar, Jónssonar. forsætisráðherra. En valla var hann í Silfrinu út af því? Nei, sko, ég veit ekki, þú veist, já, Hvað var hann að gera það? maður getur ekki alltaf verið að gagnrýna RÚV fyrir valsitt á viðmælendur, sko, en þú veist, hver fannst það góð hugmynd að hugsa með sér að það eru köllum á Guðmund Steingrímsson, hann er eitthvað til málun að leggja hérna í. Nei, ég meina, Gummi er skemmtilega ná ekki, en ég átta mig ekki á því hann er augljóslega kallað þarna inn. Þarna er bara við að undirbyggja áróðurinn fyrir jáinu 29. ágúst. Það er bara sagt stanslaust. Sjáu þið hvernig fasteignalánin eru. Ef við fyrir í Evrópusambandið Sjáu þið hvernig hefur farið fyrir Guðmundur Steingrímsson ekki verið að Guðmundur Steingrímsson kjósið Evrópusambandið. Já, Guðmundur Steingrímsson á svo bátt með sína ættarfylgju alla. Guðmundur Steingrímsson fer þarna fram og er að reyna að útskýra, og það er áróður sem að verður, að það sé svo ægilegt að búa í Íslandi því að það sé svo erfitt að eignast húsnæði. Og hann segir á örfáum árum hafi afborganir af húsnæðislánans hækkað 80%. Það kann að vera að það hafi gerst í einni annari mynd ef hann hefur verið með langhagstæðustu óverðtryggðu vextina og endur fjármagna sig í óverðtryggðum vextum. Þá getur verið að afborgunin hafi stökkbreytt svona. En hann segir að höfuðstóllinn sé líka. Já, hann segir að höfuðstóllinn sé að hækka í hverju mánuði líka, þannig að hann er að tala um verðtryggt lán og þar með þetta bara hreint og beint ósatt. Það er sífellt verið að teikna upp þessa mynd fyrir fólki. Nei, hann er það mögulegt, hann hafa aldrei borgað neitt af neinu þetta sé dráttavextur og svona. Sigri, já, það sé bara inkassómál. Hvað tókst þú þitt húsnæðislán? Já, það var hjá inkassó held ég. Allan er ég aðalí í samskipti við þá út af þessu. Þetta er alveg eins og þegar Sigríður Hagalín Björnsdóttir sagði með gleðisvip við Ásgeir Jónsson í Silfrinu viku fyrr að það væri bara fólk að horfa eftir börnunum sínum úr landi í vonum það að þau gætu búið sér bjarta framtíð í einhver öðru landi því að það væri útilokað hér. Og í Evrópu, nefndi það. Auðvitað er erfitt að koma sér upp húsnæði. Þetta er stærsta fjárfesting flestra og það er erfitt þegar vextir eru háir. Stundum eru háir og stundum eru þeir lágir. En staðreyndin er svo að víðast hvar í Evrópu og í hinum síðmettaða heimi, líka í ríkjum þar sem að gengur vel, þar á miklu lægra hlutfall ungs fólks sitt eigið húsnæði heldur en hér. Þannig að við höfum bara náð að byggja upp kerfi þar sem ungu fólki tekst þrátt fyrir þetta svartakall raus að koma sér upp húsnæði. Og ég vildi bara spila þessa klippu til að segja við ykkur. Þarna er verið að segja ósatt. Og það er verið að gera það algjörlega blákallt. Það er útilokað að afborganir þessa verðtryggða húsnæðisláns Guðmundar Steingrímssonar hafi hækkað 80% á örfáum árum. Það bara getur ekki verið. Ef svo er, þá vil ég fá að sjá þessa lánapapíra. Því að þá hefur hann bara verið að taka þetta lög hjá Metúsalem og Pétri sem að Tómas Guðmundsson orti og okkur lánar hana. Ég hætti að vera dánir. Já, ég meina þetta er bara rétt, en þetta er hluti áróðunum og það er satt ósatt. Þetta er líka fólki sem sakar aðra upplýsingaóreiðu og allt þetta. Við þekkja sumræði, við möttum að taka sumræði allt sumar, sko. Hver er að segja satt, hver er að segja settur rétt frá, hver er með upplýsingaóreiðu, hver er með villandi upplýsingar og svo framvegis. Bara ein spurning. Getur atvinnulaus maður komið sér upp húsnæði? Það er mjög erfitt. Já, það er þess vegna sem unga fólki í Evrópu er ekki að koma sér upp húsnæði. Það er að því að það er atvinnulaust. Og ef við tökum upp evru og dengjum yfir okkur þessu viðbjóðslega reglugerða fargani sem Evrópusambandið er að bjóða sínum ríkjum upp á, þá eru fólk fátækt og það eru atvinnulaust og hagvöxtur á mann eða hagvöxtur eftir öðrum mælikvörðum sem Ásgeir Brynjar Torfason talaði verður engin. Það er bara viðbúið.
og horfa til dæmis á þetta fólk reyna að bera okkur saman við Króatíu. Þetta er svo ómerkilegt, það er svo ömurlegt að það þurfa að taka debatt eða slag þar sem að menn leyfa sér að taka dæmi sem eru augljóslega algjörlega ósambærileg. Kaffibóllinn Ungverjalandi nótir. Við getum verið saman á það. Þjóðarframleiðsla á mann í Króatíu er 1/3 af því sem hún er á Íslandi. Já. Þetta eru ríki sem eru bara algjörlega ósambærileg. Og eins og menn hafa bent á, ef við verum Króatar í þeirri stöðu sem við erum í, ef við verum Króatar í þeirri stöðu sem að þeir eru í, þá myndum við auðvitað vilja fara inn í Evrópusambandið, eins og þeir gerðu 2013. En það er allir þessi málflutningur svo mikið á reiki, og það er furðulegt að ríkisstjórnin hún skuli ákvaða allt í einu að láta vaða og það er gert með alveg rosalega skömmum fyrirvara og reyna að stilt upp þannig að umræðan verði sem allra minnst og mann hefur nú heyrst svolítið á ráðherrunum eða sérstaklega utanríkisráðherra að hún bara vilji helst ekki vera með neina umræðu þetta. Hún skrifaði reynda grein í Morgunblaðið í dag þar sem hún fjallar svona eilítið heimspekilega einhverja hluti en svo fer hún inn í þetta og hún útskýrir það fyrir lesendum að það að segja já í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu sé bara ekkert mál, það sé bara eðlileg fróðlist fyrst og það sé bara valkostur fyrir þá sem að viti ekki alveg hvað þið vilja í þessu en það að segja nei það er risastór ákvörðun og bara hefur hræðilegar afleiðingar og eitthvað. Þú veist, ef þetta er málflutningurinn að og það má ekki tala neitt sem máli skiptir því bara neita þessi minnsta aðlögun í gangi eða eitthvað. Það er látið veðri vaka að hún hafi hitt einhverja á einum löngu göngum Brussels sem hafi sagt hitt og þetta og síðan þegar hún er rukkuð það þá er sumtaði grín og annað ekki. Þetta er allt einhvern veginn, þú veist, svo óljóst og snýst, ég meina, það, segir ráðherrann okkur að við getum vist náð árangri í þáttarsmálum vegna þess að hans er svo öfundsverður hér, sem hann náðum sagði síðasta sumar, en að jafnvel Evrópusambandið, það er bara kynnin það sem við vilja bara líklega að þeir tækju upp íslenska sjávarútvegskerfið, Íslendingar tækju upp hérna sameiginlegu fiskveiðistefnu og þú skoður áttu gott að vita vegna þess að ég veit að í Brussel tala varla annað en að þau verða að taka á strandveiðikerfi Flokks fólksins. Heyrðu, ef Evrópusambandið liti svo á að íslenska fiskveiðistjórnarkerfi væri best, þá myndu þau bara einfaldlega taka það upp. Þeir þurfa ekki að fá Ísland sem aðildarríki til þess. Þannig að þessi röksemd hún er augljóslega fölsk eða röng eða hvað hægt að kalla það. Og þetta fólk sem að tala núna hvað mest fyrir aðild og jáinu, Þorsteinn Pálsson og fleiri, þau segja, þetta fólk sem er á móti, það vill ekki vita meira. Þetta er ignorant fools. Þau vilja ekki fá svörin og sjá hvað kemur upp á pakkanum. Heyrðu, við vitum bara nóg Evrópusambandið. Kannski vitum við ekki allt, en við vitum nóg. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti, það getur vel verið að við getum fengið einhver undanþágur varðandi sjávarútveginn okkar. Það breytir engum það að það væri glórulaust að fara þarna inn. Þó að við hefðum full yfirráð yfir auðlindunum okkar. Það að fela öðrum vald í innri málefnum Íslands, að dengja yfir okkur 100.000 síðum af einhverjum reglugerðum allt og ekkert varðandi mannleg samfélag, mun bara draga úr hagvexti á Íslandi. Það mun draga úr lífsgæðum. Og þar með er þessi hugmynd allavega í mínum huga fallinum sjálfur sig. Þetta viðhorf sem þú ert að lýsa hérna. Það kristallast aðeins í orðum Ólafar Stephensen, sem er nú framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Ólafs, sagði ég. Já, hann er ekki búinn að skipta kyn. Sagði Ólafar, fyrir ekki Ólafs Stephensen. Hann skrifar á Facebook daginn og hefst á lesturinn. Því hefur verið haldið fram að Íslendingar beygja sig lítt fyrir skynsamlegum rökum, fjármálurökum varla heldur, og þó enn síður fyrir rökur trúarinnar. En leysi vandræði sig með því að stunda orðhengisátt og deila titlingaskít sem ekki kemur málinu við. En verður skelfingu losnir og setja hljóða hvenær sem komið er að kjarna málsins. Og hann er þetta að vísa í Halldór Laxness innan Sveitar Króníku. Sem orðaði þetta talsett betur. Þetta er verið að segja, við gáfaða fólkið, við klára og sniðuða fólkið, við erum með þetta, þið hinn þurfum bara að hlusta. Er þetta ekki svona yfirleitið eins og hann kristallast best? Þetta er bara nákvæmlega þannig. Að vísa eitthvað í Laxness til að sína hvað allir aðrir eru heimskir. Þetta er skrifað í miðri umræðum þessi Evrópusambandsaðild.
Þetta er ekta Ólafur þegar kemur að þessum málum. Svona þetta kemur í ljósa meiruliti félagsmann en að félag aðdraganda vill ekki fyrir Var þetta ekki skrifað með setum? Við höldum okkur við setuna. Þorsteinn Pálsson er með pistil núna á eyjunni. Eins smekklegt og það er að fyrirhundi forsætisráðherra að vera skrifa inn á þann Sorafef. Og þar er hann að hnýta í Boga Níls Bogason og Halldór Benjamín Þorbergsson sem eru forstjóri kaupallafyrirtækjum og segir, þetta mega þeir tjá sig en þetta eru kaupallafyrirtæki sem eru eigu lífeyrissjóðana og þetta vekur bara spurninga á hvort það þurfi ekki að auka lýðræðis þáttöku varandi stjórnarkjöri lífeyrissjóð. Þannig bara að segja, þetta er bara menn sem á að þakka niður í. Þeir eru bara að tjá sig á grundvelli þeirra þekkingar sem að þeir búa yfir og þá er þetta leiðin, þá bara að þakka niður í mönnum. Ef ekki að geta þá kröfu til Þorsteins Pálssona sem er á fullum eftirlaunum frá Íslenska ríkinu sem sendi hér og ráðherra að hann haldi aftur að sér í opinberri umræðu að þeir ástæðu að hann er á framfæri ríkisins. Hvaða rugl er þetta? Hvaða rugl er þetta? Já. Já, merkilegt. Þú sér það, þetta er nú skrifað á DFF sko, eiguna. Þetta er bara drasl. Þetta er algjörlega óþolandi og svona skrif að því að þarna er verið að segja menn hafið ykkur hæga því annars munum við koma málum þannig fyrir að þið verðið sviptir vinnunni. Já, við erum alltaf að hvetja kaupallafórstjórana til að tjá sig meira. Myndi Þorsteinn Pálsson skrifa svona þessa kaupallafórstjóra ef þeir væru að mæla með aðeldar ferlinu? Aldrei. Þetta er bara ekki sæmandi. Þú myndist á grein Þorgerðar Katrínar í Mogganum í dag, á 50 dag, þáttur í þessi þáttu kemur út á föstu, en ég mæli með grein Elds Ólafssonar á sömu blössu í Morgunblaðinu. Já. Þannig að fyrir við eilítið Anton? Mjög áhugaverð. Mun skynsamari afstæða. Það er nú enn eitt kaupallafórstjórinn sem þarf að þakka niður í. Geta þessi fórstjóri ekki þagað. En þetta er áhyggjuefni, skilur við, ef við erum einhvern veginn að sogast inn í að taka svona stóra og veigamikla ákvörðun eins og það hvort að við viljum vera í aðildarviðræðum við Evrópusambandið eða ekki. Að þá sé samt sem áður einhvern veginn verið að bæla tiltekna þætti umræðunar. Við sjáuð utanríkisráðherra sérstaklega en fleiri þó í ræðustól Alþingis þar sem þeir eru sífellt einhvern veginn að benda fingri á stjórnarandstöðuna og vænana bara óþjóðhöllustu og hún bara sé hrædd við þjóðina og vil ekki hlusta á hana og svo framvegis sem sé nú eitthvað annað en þeir sem er sveipið fánanum að berga landi sko. Þetta er náttúrulega mjög ógeðfelld tegund populískrar umræðu og við höfum séð hræðileg dæmi það bara á liðinu öld hvernig það getur endað þegar að fólk fer að teikna pólitíska andstæðinga sína upp sem óvinni þjóðarinnar. Það er bara, getur aldrei farið vel En að þetta er upphafsögn, það er rétt verið að byrja og þá er bara farið beint inn í þetta. Ég er efins þessar ráðagerðir. Ég tel að Íslandi ekki að ganga í Evrópusambandið. Það að einhver annars sé þeirra skoðunar, það er bara alveg valid skoðun og þú veist, ég get alveg rætt það og á þess að vera að benda fingra og að vera landráðamaður eða eitthvað slíkt. En þetta, við getum ekki átt síða lýðræðislega umræðu ef þetta er uppafspilið. Þú ert óvinni þjóðarinnar, helviti þegiðun. Já, hann segir að þessi tveir forstjórar séu að taka þátt í pólitískri herferð Miðflokksins. Þessi velþekktu Miðflokksmenn. Já. Nei, ég meina, þú veist, Bogi Níls eins og var nú reyðið upp höldi hér, hann skrifaði grein daginn þar sem hann vildi farið til ákveðna aðgerð til að dýra við stýrivexti og lagði þar til að þessi Evrópusambandsaðildir eða þessi umræðir setti hliðar á meðan. Þú veist, það var ekki forgangsmálið, sko. Þú veist. Nei, það var nú ekki harðar en svo gáður til Evrópusambandinu. En vitið það, að ég held einmitt að hann benti bara á því augljóslega að þetta er ekki forgangsmál, sko. Já, og það er alveg rétt hjá hann. Ég held að það sé mögulega hluti ríkisstjórnarinnar að átta sig betur á að þau hafi mögulega gert mistök með þessu Evrópumambói sinu eða að segja þessu Evrópumambói utanríkisráðherrans vegna þess að maður finnur ekki að hún sé með það backup sem hún vildi hafa innan ríkisstjórnarinnar fyrir þessu. Í muni náttúrulega eftir varnaðarorðum Kristrúnar fyrir síðustu kosningarum að þetta var ekki tímabært og eitthvað svona en er það tímabæra nú? Hættu nú alveg sko. Við erum með þessa aðsteðandi efnahagsörðuleika sem að vantanlega eru að fara að dýpka mjög hressilega fram á haustið eða minnsta. Bara það er orkukreppa út í heimi sem að á okkur eftir að dynja. Við sjáum það bara á væntingum í atvinnulífi heima, hvernig gengur. Vextir eru vantanlega að fara að hækka þannig að það eru miklu erfiðara fyrir bæði fólk og fyrirtæki að halda sjó. Þetta eru allt mjög erfið sko. En
í staðin fyrir að vera að fást eitthvað mikið það, nei, þá ætlum við að vera að Evrópi hér í þaula svona millið sem að hækka einhverja skatta sem þið taki vonandi gertir. En þetta að gera þess að sama tímaskilið og það bara, þú veist, loga eldar út í heimi. Það komin, sko, allars hafið breyst í einhverja gjá milli Bandaríkjanna og Evrópu. Það bara gæti vel gerst, skilur að Bandaríkin segðu sig bara úr NATO. Sko, framkvæmdastjóri NATO hefur nýlega sagt að Evrópa get ekki varið sér sjálf. Þá er Evrópusambandið varnarlaust. Ísland, við bara reiðum okkur algjörlega á það að Bandaríkin verji okkur yfir harpakan slær og með fullri virðingu fyrir þeim flugsveitum sem að hinga hafa komið öðru hverju frá Evrópu, ekkert Evrópuríki í neinum færum til þess að verja okkur. Það ekkert þeirra með þannig flota eða flugsveitir að, eða áallanir til þess að þið geti gert það ef allt fær á versta veg. Þorsteinn segir einmitt í þessum fyrirnætta pistli sko að okkur standi miklu meiri ógn af fjöldþátta ógnum heldur en innrás Rússlands. Innrásir Rússa eru þessar fjöldþátta ógnir, það eru Rússar sem eru að ógna okkur. Þannig að það þarf að verja til dæmis hér neðansjávar kaplan og annað, að þá eru það Bandaríkjamenn sem gera það. Ég held að þessi 15. maí næstkomandi, þá verða 75 ár liðin frá því að við undirrituðum varnarsamninginn við Bandaríkin 1951. En það geti því að sama tíma hefur utanríkisráðherra bara sko verið algjörlega markvisst að grafa undan samstarfinu við Bandaríkin. Bara vanrækja það og sást ekki meira vanrækja það. Hún er búin að skaða. Þegar kæra sig inn í þetta dómsmál Suður Afríku sem er eitt spiltasta og ógeðslegasta ríki veraldar. Sama dag og hún átt að hitta aðstofar utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Og fekk ekki að hitta hann að þeim sögum. Já, hver veit. Af hverju er Ísland að blanda sér inn í dómsmál sem spillingar ógeðis stjórnvöldin í Suður Afríku eru að höfða gegn Ísrael sem akkurat á þessum sama tímapunkti standa í mjög erfiðu stríði við hlið Bandaríkjamanna. Það er augljóst af hverju utanríkisráðherrann er að þessu. Hún er að reyna að reka fleyg milli okkar og Bandaríkjamannana sem er hinn aðilinn í samningnum sem tryggir öryggi Íslands og er eini samningurinn sem gerir það. Og ég vil bara að fólk átti sig á því hversu alvarlegt þetta er. Það er verið að tefla öryggi Íslands og íslensku þjóðarinnar í tvísýnu í þessum ljóta leik. Og hún bara lætur sér fátnum finnast. Og til hvers? Til þess að geta mögulega komið Íslandi inn í Evrópusambandið eftir 8 ár? Já, þetta er alveg galið. Bara mjög ókurlegt að hugsa til þess. Hvernig hún er að spila þetta? Gleðilega páska. Eða það fyrir að svona síg setja hjá okkur. Voruð búin að skoða þetta fjárlega frumvarp í Janskarars? Já. Þetta eru metnaðarfulla tillögur. Já, hrósaðum fyrir þetta. Já, þetta er flott. Við höfum nú svona af og til í þessu þetta skamma sjálfstaflokkin. Þetta er bara metnaðarfulla tillögur. Nú er bara að sjá hvort þetta ná í gegn. Það er ekki nóg að setja bara eitthvað Instagram posta og annað í gang með þetta. Þau verða nú að sína að þau náðu þessi gegn og að þjóðin átti sig á því hvað er verið að bjóða upp á. Já, sko, mér finnst líka miklu skipta að þarna er Janskarar og þau þarna í fórstu sjálfstaflokks að sína að þau eru ekki bara einhverju gjammarar. Að þau eru með plan öfugt við summa að komist til að valda þá séu þarna einhverja fyrirallanir um hvernig með að gera þetta. Ég eins og veit ekki hversu metnaðarfullt er. Ég sé að það er að horfa 35% tekjuskatt. Ég myndi nú fara með hann í 30 ef maður væri með einhvern metnað í lífinu, sko. Indriði Þorláksson þess að 50? Já. Ég meina, það hafi verið gerð reynda skoðanakannanir víða heim áratugum saman hvað fólk telur réttláta skattheimtu og það er tekjuskattur 25%. Það er bara sama það í hvaða land þú ferð og spyrð. Það er cirka þar. Já. Og allt umfram það og þá byrja fólk að hula að geta ekki fiffaskattin eitthvað. Haldið eftir meiri sem mér ber. En tilfelli er, þú veist, bara samkvæmt laffir og félögum. Þú getur lækkað tekjuskattsprósentuna án þess að tapa tekjum. Spurningin bara, þú veist, hvar liggur það gullna meðalhóf? Já. Nei, ég bara var ánægður að sjá sjálfstaflokkin vera hægri flokk og boða skattalækkanir og aðhald í rekstri ríkisins. Það er ekki Guðrúnu bara í viðtal til þess að fara yfir þetta? Já, það væri bara gott, ég væri bara til að hlusta á svona 40 mínútna þátt, þess að væri bara farið yfir þessar tillögur lið fyrir lið.
Er það skemmtilega þáttur? Ég er bara að segja, ég er ekki að biðja að gera þetta, ég er að segja þér að gera þetta. Nei, veistu það í alvöru? Það var hægt að gera þetta á föstudaginn langa mig, þetta er ekki tíma þátt. Nei, sko... Fyrir einhverju Guðrúnu eða Jenskarri, ég veit bara ekki hvort að fólk hann að hlusta það, sko. Stundum, þú veist, þarf að fjalla alvarleg mál og ég held að fólk sé alveg, sko, opið fyrir því að kynna sér alvarleg mál á þess að það sé einhverju brandarar inn á milli. Þegar við erum að tala bara, þú veist, efnahagslíf þjóðarinnar sem að bara á einhverjum mjög erfiðum stað akkurat núna og getur mjög farið til beggja. Ég er líka bara ánægð með, sko, bursi frá einhverjum tölum og allt þetta, sko. Þú veist, menn geta justera það eitthvað til. Ég er bara ánægður að sjá að menn að taka bara hugmyndafræðina slag verðmætasköpun og skatta. Ég tek þetta bara fyrir spörsmálum á föstudaginn fyrst að þú tók svo nýtt í þetta. Þetta verður það bara í næstu viku hjá mér. Já, gjör svo vel. Mútið þetta. Þú ert ömurlegur vinur. Hvað ætlað þú að tala um? Já, hafðu þú ekki ágjörð því. Mér fylgja þessu eftir. Herðu, hvernig varstu síðast á Hótel Akureyri? Febrúar. Já. Þegar þú gist þar, Hótel Akureyri? Nei, þú átt eftir. Já. Það er uppáhaldshótelið mitt norðan heiða. Já, okkar allra. Já, er reyndar ásamt deplum. Já. Það er reyndar geðvikt líka. Já, það er svona, deplar nær alveg næstu því í þetta. Það er ekki sama lobbyið, sko. Nei, ekki sama lobbyið. Þannig Haukur Sigmarsson og okkar menn, þeir eru góðir í þessu. Það er aðeins býtur óna þar. En Hótel Akureyri er frábært. Nýji morgunverðarsalun algjörlega brilljant. Já, sko, gæðastundin getur farast í því, sko, að fljúga til Mr. Akureyrar, láta hótelið sækja það á flugvöllin, þau gera það. Borða á Norð, fá sér gott herbyggi, setjast í lobby, fá sér drikk, lesa bók, eða fara upp á herbyggi og horfa á góða bíómynd. Skellir sér í skóabiðin. Frábær, uppskjöta frábærin degi. Já, og sko, ef maður á leiðin norður halda svolítið vel í sér, þar til að maður kemur inn á hótel og nýta salernið í lobbyinu, því að þar sett á repeat Gísli Halldórsson lesa góðan svæg. Já. Þannig að það er gott að gefa sér góðan tíma, ná einu kapla þar. Ég heyri bara þetta að tala með mér einslu. Já. Ekki, hvers ótti ég að gera þetta? Bara gunna norður. Ekkert salernistopp. Herðu, sko, setjast í lobby, lesa góða bók, fara upp á herbyggi, horfa góða bíómynd. Hvaða bók eða bíómynd ef að mæla með fyrir hlustundur þessa vikuna? Já, sko, þegar þú baðst mig að mæla með einhverju bók, sko, ég var að glugga í bók sem ég var að gefa öðrum drengnum minnum. Já. Sem einn frábæra bók Hagfræðin Hnotskurn eftir Henry Haslett. Já, hún er frábær. Hún er langt síðan kom út en hún var endurútgefin bara í hitti fyrir heldur. Og tekin fyrir í bókaklúbbi Spursmála í fyrra? Algjörlega. En þetta er bók sem að bæði, sko, unglingar og fullorðnir geta grætt mikið á að setja sinni vegna að við höfum stundum þá hugmyndum hagfræði þetta sé endalausir prósentútreikningur og svona og þó að það sé til staðarna líka þá hagfræðin, hún er hluti af félagsfræðinni og þetta snýst mannlega breytni og hvernig og það allt saman tikkar og hvernig það getur síðan haft áhrif á það, þú veist, þegar að vera að leggja á skatta eða ímynda sér eitthvað einhver önnur tengsl. En sko fyrir þá sem að hafa lesið þessa ágætu bók, þá langar kannski meira og ég vildi mæla með nefnilega 2 bóknullungum. Já. Eftir Thomas Sowell sem að ég hygg að sé sjálfsagt merkast í núlifandi hugsuður heimsins. Hann er orðin fjörgamall en hann er enn í fullu fjör og er að skrifa en þetta er nú bækur sem hann skrifaði fyrir allnokkru, annars er það Basic Economics sem að svona fyrir ætluð almenningi til þess að skilja hvað þetta snúist, hagkerfið og markaðurinn og gagvart hverjum einum persónulega. Og svo önnur bók sem hann skrifaði svona í framhaldi sem að mér finnst frábær, ég hef lesið allnokkru sinnum sem heitir Knowledge and Decisions. Og fjallar sem bara, þú veist, hvaða þekkingu höfum við, hvernig getur tekið ákvarðanir og hvernig geta ákvarðanir sem við tökum út frá, þú veist, rangri vitneskju haft hræðilegar afleiðingar og hversna eigum að stilla okkur í hóf, þú veist, hvað viljum við taka ákvarðanir, hvað viljum við gefa öðrum færa að taka ákvarðanir fyrir okkur og svo framvegis. Ég las þessa bók sko alveg sérstaklega eftir hrunið þegar maður var mikið að hugsa bara hvernig sko virkar þetta með völd og ábyrgð í þessu landi og þegar ég segi völd þá á ég ekki bara við sko völd stjórnmálamanna, þá líka við auðvaldið og það allt
og þetta held ég að sé bara hverjum og einum góðum borgara holta huglega en fyrir sko góða hægrimenn sem ég veit að hlusta og horfa á þetta hlaðvarp þá er þetta bara algjörlega nauðsynlegt til þess að vígbúa sig og hugsa af einhverju dýft þá hluti sem við vitum flest hvernig eru í raun og veru en þarna bara sett fram á mjög skýru máli svo kenningum hvernig þetta allt saman virkar. Það verður allir betri að því að lesa þetta. Já, Þetta er mjög gott efni. bara mjög gott. Vilt þú eitthvað bæti þetta? Á ég að koma með hugmynd? Já, bara þú veist, mér finnst það ekki þurfa en þetta var svo vel gert Andresi. Já, ég ætla bara að leggja til að menn lesi Lúkasarguðspjall núna við páskana. Já, Og fyrir því einföld ástæða. Það í fyrsta lagi hinn frægi kafli úr jólaguðspjallinu sem að við þekkjum, sem lesið á aðfangadagskvöld og það líka mjög dramatísk lýsing af þeim atburðum sem að áttu sér stað á skýrdegi, föstudaginn langa og svo á páskadag. Og það full ástæða til þess að rifja þetta upp og svona íhuga bæði hvað þarna gerðist og hvaða áhrif þessar frásagnir, þessar atburður, hvað sem að menn trúa að þetta í raun og veru gerst eða ekki, hvaða áhrif þessar frásagnir hafa haft á mannkynssögun alla og okkar menningu og okkar líf eins og við lifum í dag. Erum menn ekkert að horfa á Passion of the Christ? Menn ættu nú að gera það frábær mynd Mel Gibson og það fyrir vel á því. Ef ég má bara lesa hér örfá línur úr 21. kapla Lúkasarguðspjalls til að útskýra dramatíkin í þessu. Þegar hann hafði borðað með þeim síðustu kvöldmáltíðina sem var á skírdaskvöld, þá segir hér í þessum kapla: Síðan fór Jesús út og gekk eins og hann var vanur til Olíufjallsins og lærisveinarnir fylgdu honum. Og þegar hann kom á staðinn sagði hann við þá: Biðjið að þið fallið ekki í freistni. Og hann vék frá þeim svo sem steinsnar, féll á kné og baðst fyrir og sagði: Faðir, ef þú vilt, þá takk þennan karleik frá mér. En verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Þá birtist honum engill af himni sem styrti hann og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákafar fyrir, en sveiti hans varð eins og blóðdropar féllu á jörðina. Þetta þetta svakalegu texti, nýjasta þýðingin, þetta var fyrst þýtt þarna 1540 eins og ég myndist á, en þessir atburðir, hvað sem að menn trúaði að það hafi átt sér staðið ekki, að þá eiga þessi stað á sögulegum stað sem ennþá hægt að sækja heim, Getsemane garðinn við Olíufjallið. Og það ótrúlegt að koma þangað og sjá ólífutrén sem að þar vaksa, þau eru yfir 2000 ára gömul. Þannig að hafið þetta átt sér stað yfir höfuð, sem við efumst ekki um, sem kristni menn, að þá eru trén sem að maður getur rölt og skoðað og snert, þá voru þau þarna einmitt á þessum stað. Það sem þessir ótrúlega áhrifamiklu atburður átt sér stað. Ég held að sé engin vafi á því að þessir atburður átt sér stað, þar að segja krossfestingin og samt Jesús var raunverulegu maður, það bara heimilda fyrir því. Það sem eins og menn geta síðan deilt það upprissan og hið guðlega í þessu öllu og það verður hver að gera eftir eins mekk. Já. Ég myndist á aftöku Jóns Arasonar hér áðan, 7. nóvember 1550. Andlátsorð hans hafa lengi verið í minnum höfð á latínu, in manus domine commendo spiritum meum, en það eru sömu andlátsorð og frelsarinn hafði á krossinum. Ég hendur þína drottin felli sálu mín. Er það ekki bara frábær lokaorð og þessum sem í páska þætti þjóðmála? Það sé allavega rosalustu lokaorðin sögu þáttarins. Já, sko, sérstaklega frá mannir sem var stefnir að koma aftur í þáttur einhvern Þannig að Raka spurði mig morgun hvort við varum nokkuð að fara að taka sko páska hretur þjóðmála. Ég sagði að það væri páska þáttur. Já, þetta verður bara stuð. Menn ekki til í sig eftir gerkvöldið? Bara ótrúlega glaðir að fá að koma hérna með þér Gísli og fá að ræða við þig þessi hugðarefni okkar og íslenskt samfélag. Ég svo þakkláttur fyrir að þú hafi staðið þessa vakt í öll þessa ár vegna þess að þú hefur breytt Íslandi til eins betra með þessum þætti og framlag mitt í þeim efnum verður seint ofmetið. Sagði ég óværi Stefán Einar Stefánsson. Og þú heldur dreigð úr. Herðu, ef við ekki fara að klára hana mat hérna, klára páskaækin. Hver það að taka með sér mósakinni inn í páskana? Annar ykkar?
Ég skal ekki Stefán Fornasson. það er maður sem Já, Búnis. ok, Birkir í Búnis, hann tekur þetta. hann tekur Það var þetta fljótur þetta pendi. já, ég óska ykkur bara nú segir svo Þorgeir Katrín, elsku þjóð ég óska ykkur bara til hamingju með þessa páska þjóðin mín Skál fyrir ykkur sem var, gleðilega páska. Ykkur sem hlustuðu og ykkur sem horfðuð, gleðilega páska.